sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn. Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn. Meira! Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn og einu sinni enn. Áfram KR-menn, áfram KR-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann er kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það er varið og hann er frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi er búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KR-menn, áfram KR-menn, áfram KR-menn.
Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra. Já, góðan daginn, áhorfendur góður og verið hjartalega velkomin með okkur á Akureyrarvöll þar sem framfyrir leikur KA og Leiknis frá Fáskrúðsfirði. Leikurinn hefst eftir rétt rúmlega 9 mínútur. Sigurli Sigurðsson heiti ég og með mér Búi Vilhjálmur Guðmundsson. Rétti það. Velkomin Búi, gaman að hafa þið með okkur. Já, þakka kærlega fyrir. Herðu, við skulum kannski byrja bara aðeins á að renna yfir núna kannski síðustu 2 leiki á KA. Þeir hefa ekkert endanlegt rosalega vel. Við töpum fyrir Haukum á heimavöll og við töpum við illilega fyrir Huginn og útivelli. Ég segi illilega vegna þess að það var nú ekkert í kortunum undir tapnaðum leik. Nei. Hvernig metur þú stöðuna eins og fyrir leikinn í dag? Ég held að við höfum bara svakalega góða möguleika í dag. Þeir eru með mikið af ungu strákum í liðinu, Leiknismenn. Já. Og en aftur á móti, franska útlendingahersveit. Það er bara þannig. Já. En ég held að við séum bara það stendur að við viljum sigra þennan leik. Koma okkur rólið aftur. Akkurát, koma okkur á beinubrautina. Já. Og þú þekkir nú aðeins til þarna fyrir austan, Já. þjálfaðir þetta lið. Já. Það hefur nú verið töluvert uppgangur hérna. Já, það verður vel haldið um þennan hóp, þannig að það var sterkir ágangur sem voru gangað þarna upp og það hefur bara verið vel haldið um það og síðan styrkt vel þegar vel gekk. Já, það er náttúrulega bara magna, það er ótrúlega flottur árangur hjá austanliðum að vera 3 í fyrstild. Já, það er bara flottur. Það er bara svoleiðis, Leiknismenn sitja hins vegar, þeir eru ekkert í frábæri stöðu fyrir leikinn í dag en þeir sitja náttúrulega í neðsta sér deildina með aðeins 9 stig. Já, en aftur á móti hafa flesti leikir þeirra að vera að tapast 1 og 2-0, þannig að þetta hafa verið hörku leikir. Já, það má alveg búast til því í dag. Það er ótrúlegt, þeir eru með -10 í markatölu sem er ekki, meðan þeim eins og vinnur okkar Þór eru -5 en Þór særi náttúrulega í 5. seti, Leiknir í 12. Já. Það segir svolítið margt. Við skulum kannski taka okkur smá tími að renna við byrjunarliðinu, við byrjum á liði gestana. Búið þú kannski skítur inn í ef að þú ert með einhverja sérfræðiþekkingu en í markinu er Adrian Rodríguez. Leikmaður nr. 6 er Jesus Suárez fyrirlið. Nr. 7 er Arkadiusz Kraslak. Kallaður Arek og er mjög flottur miðvörður. Já, ber það glæslega nr. 7, nú ekki margir miðverðir nr. 7. Nr. 10 er José Omar Ruiz Rocamora. 11 Kristófer Viðarsson, 13 Garðar Ólafsson, 14 Hilmar Bjartþórsson, 19 Andreas Trenas, 21 Antó Page, 22 Dagur Óskarsson og 23 Sólmundur Aron Björgólfsson. Já, þú sér það í þessu byrjunarliði þá eru leikmaður nr. 13 Garðar Logi Ólafsson, hann er 16 ára. Við erum með Damár Óskarsson sem hefur spilað lítið en er að spila núna í dag. Það er strákur sem er 17 ára, æfði hérna með öðruflokknum í vetur. Flott strákur? Já, flottur strákur. Og síðan erum við með Sólmund Aron Björgólfsson, hann er 20, minnir mig. Og náttúrulega Kristófer Páll Björnsson sem er 19 ára og þótti gríðarlega mikið efni og er búinn að fara á reynslu hjá nokkrum liðum erlendis. Akkurat. Við sjáum einmitt líka að þrátt fyrir, eins og þú nefndir áðan, þeir eru með 3, þeir eru með 4, 5, 6 útlendinga í byrjunarliði. Þrátt fyrir það eru með 3, 4 útlendinga á bekknum líka. Já, náttúrulega Arek er ekki útlendingur sko. En þá er það kannski byrjunarlið KA-manna, það eru nokkra breytingar vegna meiðsla og annarra ástæðna en þar byrjar í markinu í dag Aron Dagur Birnuson, fæddur 17 ára gamall. Já, 99. 99 módel. Já, gríðarlega efnilegur strákur. Og strákur sem að
væntanlega ef að ég þekki hann rétt þá býður hann spenntur eftir þessu tækifæri, hann ekki stressað, hann spenntur fyrir þessu tækifæri. Alveg klárlega og ég held að hann muni pluma sig vel í dag. Já, í vinstri bakverði í dag Baldvin Ólafsson en Callum Williams meiddist frekar illa á baki í síðasta leik, lenti illa og skekkt eitthvað tryggjalið en vonum að grói fljótt. Miðverðir Guðmann Þórisson og Davíð Rúnar Bjarnason, hægri bakverður Hrannar Steingrímsson. Miðjan í dag, Alexander Hringsits og Almar Ormarsson. Þetta, nú er Túfa að fara aftur í þá blöndu sem hann vann þessa leiki í röð í fyrirumferðinni. Fremstir á miðjunni eru þeir Hallgrímur Steingrímsson, ekkert óvænt þar, hægri kanti Ásgeir Sigurgeirsson sem allir eru að koma til eftir meiðsli í öxl og Júræði Grisel og Elvar Árni á toppnum. Þetta er sigurlið. Þetta er sigurlið, það er bara svoleiðis. Það er gaman að sjá og verður mjög fróðlegt að fylgjast með að sjálfsögðu Aroni vin okkar í markinu. Rækó fekk þarna slæmt höfuðhögg í leiknum gegn Huginn og er enn að jafna sig á því. Fannar Hafsteinsson er kominn í tímabundið leyfi frá knattspyrnu af persónulegum ástæðum. Og svo erum við með hann Eggert Sigmundsson, okkar eina sann á bekknum. Já, þetta er gríðarlega sterkur bekkur. Eggert, hann kemur með ákveðna reynslun í liðið. Já, ég er allavega ekki hræddur við það. Ef Aron þurfti að fara að velli, þá myndi Eggert alveg grípa þarna vel inn í held ég. En nú er eitt sem að ég kannski hvíslast að áhorfendum. Nú er Eggert komið með hanskan og í takkaskóna á bekkinn. Hvenær fær Óskar sénsinn? Akkurat. Óskar Braga. Ég er að skrá þér í KA. Það er stóra spurningi. Glugginn er lokaður. Já. En aðrir á bekknum eru náttúrulega sjálfsögðu Halldór Hermann Jónsson, Ólafur Aron Pétursson, Pétur Heiðar Kristjánsson, Kristján Freyr Róðursson, velkomin til Bakku Dalvík. Kristján var þar á láni, Archens Nkumu og Bjarki Þór Viðarsson. Það er ákveðin forföll. Ívar Örn Árnason hefur haldið á vita ævintýrina til Bandaríkjanna í skóla. Og svo Callum og Rækó meiddir. Orri Gústafsson er einnig erlendis vegna vinnu. Þannig að þetta er svona ákveðir hringl. Já, ég er samt mjög gaman að sjá að Bass er að fá sénsinn að spila núna. Já. Það er strákur sem er alltaf hægt að treysta sig á. Hann leggur svo alltaf 150% fram fyrir okkur gáfumenn. Það er bara svoleiðis. Mér sýnist á öllu núna vallarþjálfarinn Aðalsteinn Halldórsson biðja fólk að standa úr sætum og klappa í 1 mínútu þar sem Páll Hlöðversson, mikill KA-maður og einmitt faðir Óla Pál sem hefur verið vallarþjálfari hjá okkur undanfarin ár lést. Við vottum fjölskyldu þeirra sjálfsögðu okkar dýpstu samúðarkveðjur. Já, við gerum það. Dómar í dag búið Þóroddur Hjaltalín. Hann þurfti ekki að ferðast langt í þennan leik. Nei. Vinnur hérna bara beint á móti. Já. Og honum til aðstöður eru Adolf Þorberg Andersen og Sveinn Þórður Þórðarsson. Þetta er Aðalsteinn hann að lesa fallegan text Pál og hans störf fyrir KA. Við munum taka okkur mínútu pásu frá útsendingunni þegar áhorfendur byrja að klappa. Pál í vinningarskyni. Já, velkomin aftur. Þetta var að sjálfsögðu í minningu Páls Hlöðverssonar sem áhorfendur og ég og Búi stóðum hér og klöppuðum í 1 mínútu. Leikurinn að bresta á. Hér er hér fullkomlega veður til fótboltaiðkunar, Búi. Ég veit ég hef sagt þetta áður í sumar. Já. En núna er það ekkert grín. Svo blíðan. Það rigndi mikið í morgun og í nótt. Hætti að rigna hádegi. Hér er 16 stiga hiti. Langa logn og þungskýjað, þannig að það er bara... Þetta gæti ekki verið betra. Getur ekki verið betra. Þið hlýtur sjálfur bara að kitla í lappirnar að fara að spila í svona veðri. Já, ég tók nokkar spretti á hann hérna á vellinum.
Það er hann ekki í góðu standi? Jú. Toppstandi völlurinn eins og við var að búast. Akureyrar völlur sjaldan lítið eins vel út og hann gerir í dag. En já, mikilvæg leiksins í dag er gríðarlegt og við vitum það öll að KA situr í efsta sæti deildarinnar. Og ef að markmið á að nást og við ætlum okkur í deild þeirra besta á næsta ári, þá er þetta gríðarlega mikilvægt stig. Rennum örstötti við stöðun í öðrum leikjum. Leiknir er 1-0 yfir gegn Fjarðabyggð fyrir austan og með sigri Leiknismanna þýðir það að þeir fari upp í 26 stig, 3 stigum eftir KA sem þeir eru með núna. Haukar er að vinna Þór 3-1 og Grindavík og Keflavík leikur þeirra bara var að hefjast núna fyrir 1 mínútu síðan og þau mætast einmitt í Grindavík og þetta er svona, það er leikur sem við KA-menn fylgjumst örugglega vel með, enda liðin í öðru og þriðja sæti. Þóroddur gerir sér kláran að flauta á. Það eru Leiknismenn sem spila hér rauðklæddir og byrja með boltan og ég hef fulla trú að við fáum hér skemmtilegan leik. Leikjur upp, nú vantar menn í boxið, Elvar er tæklaður og boltinn í innkast sem KA-menn eiga og nú fáum við að sjá Baldvin. Baldvin er með ágætis prósentu nefnilega í innkastum í sumar, hann kom mark eftir innkast hjá honum í Fjarðabyggðarhöllinni gegn Leikni. Já, það passar. Og hann er hörku innkastari. Hann kemur reyndar stutt hérna upp á Júrai. Þannig að Júrai snýr hérna vel á Leiknismenn. Bolti kemur fyrir Elvar í baráttunni en já, hann fær aukaspyrnu markmaðurinn, skiljanlega. Elvar fór hérna í og bara strax afsökun, en engin ásetningur í þessu. Rodríguez fær aukaspyrnuna. Ágætis tilraun. Mátti litlu mun að Elvar hefði þarna orðið undan í boltan. Við sjáum Leiknismenn líklegt upplegg þeirra er örugglega liggja tilbaka og beita skyndisóknum. Og hér fær Alexander Trín sitt aukaspyrnu á miðjum vellinum. Hann réttilega. Já, leikmaður númer 22, Dagur Már Óskarsson bakkaði þarna aðeins inn í hann og Þóroddur flautaði. Og hér er Hrannar með hann og Guðmann. Öftustu línu, Alexander Trín sitt sækir boltan niður. Alexander Almar hafa myndað mjög skemmtilegt dúo þarna á miðjunni fyrir KA í sumar. Hallgrímur fær pressu allaleg hérna niður á okkar eigin vallarhelming. KA-menn stillu upp Leiknismenn með alla sína menn fyrir aftan miðjuna nánast. Og þessi sending var á löngu á Elvar og þetta er beint í fangið á Rodríguez sem handsama knöttinn og kemur nú strax í leik á hvað sagði hann væri kallaður? Arek, já. Hann er búinn að vera að spila lengi hérna fyrir austan. Já, hann er bara foreldrar hans eru innflytjendur sko, þannig að hann flutti hingað þegar hann var 30 ára gamall minni mig. Ok, frábært. Elvar Árni gerði þarna vel í baráttunni einmitt við Arek og reyndi að koma boltanum á Júrai sem vann síðan hornspyrnu. Og við eigum þá fyrstu hornspyrnu leiksins. Og hann tekur Júrai sjálfur og við setjum okkar stærstu menn inn á boxið. Alexander, Davíð, Elvar, Guðmann allir mættir. Og spyrnan kemur hér, hún er á nærstöngina en þetta er skalla frá og Baldvin. Ja, fyrsta skot leiksins komið allavega. En það var himinhátt yfir. En var hann ekki bara að hreinsa? Aftur. Það er að tala það svoleiðis líka, en ég veit heldur þessi skot. Já. Það er flottur upp á tölfræðina að gera. Það er markspyrna frá marki Hugismanna og Leiknismanna afsakið þetta. Það er nóg að vera búinn að spila við Huginn síðustu umferð. Hér kemur hún og það er Alexander aftur fyrir skallaboltan við í dag. Og Alexander vinnur þennan og Júrai síðan á undan kemur hann með Hallgrím og nú er Hallgrímur og Elvar saman hérna uppi vinstra megin. Og nú það Gríms að koma boltanum fyrir eða hvað. Fær Arek í bakið, gerir vel að snúa á hann, reynir skot en það er í varnarmann. Og Alexander vinnur boltan aftur, finnur Hrannar út í hægra megin. Hrannar gegn Kristófer. Hrannar kemur fyrirgjöf, þetta fer í varnarmann og aftur fyrir og þetta er önnur hornspyrna KA-menn í leiknum. Við byrjum á miklum krafti. Nú er bara að ná að nýta þessi færi og förstu leikættir sem við verðum að skapa okkur í hverju leik. Það er spurning hvort það verður þessi leikur sem við förum að skora einhver mörk. Já, flókáttin að bresta. Það væri gaman að sjá. En það er Hallgrímur sem tekur hornspyrnuna hérna megin. Og skrúar hann að vænta út í teginn. Næstöngin Ásgeir. En þetta er hreinsað frá að leikmanninu með 19 Trenas. Og Hrannar er undan í þennan bolta, kemur honum á bróður sinn sem að fara innkastið. Þannig að KA-menn halda sínum stórum mönnum frammi, Guðmann og Davíð er ennþá inn á teignum. Þannig að það er Almar sem er hérna í eftirstu víglínu en það ekki svo hástens í loftinu. Hrannar ætlar að taka langt innkast sem hann kemur hér.
Þetta er á Davíð sem að fyrir skallaboltan. En leiknismenn klókir og hreinsa frá. Það var að Baldvin sem kemur boltanum aftur inn í þvöguna. Það er Davíð ennu eftir skallaboltanum. Og þetta vinna varnarmenn Leiknis og boltinn út af í innkast sem að KA á. Þetta lofa góðu þessi byrjun. Almar býður sér strax í stutt innkast en nú eru þeir 2 gegn 1 hérna hægra megin. Almar með fyrirgjöfuna nógan tíma, hún er beint á kollin á Geira, nei. Leiknismenn skalla frá, það er Arek, hann er allt í öllu hann í vörðunni hjá þeim. Þá er það Atsó, Alexander Trinsits og Almar út á Hallgrím. Hrannar afsakið, Hrannar með fyrirgjöf, en þetta er handsama Rodríguez í markinu. Búið þetta lítið vel út. Já, það er spurning samt hvort að við náum að komast í gennum þessa 10 manna línu þarna. Já, þeir bakka mjög aftarlega. Já, þeir kemur markspyrnan hún löng, Guðmann í baráttunni, missir af honum og Hrannar gerir það líka þannig að Kristoffer boltan fyrir utan teik háamanna. Kemur um teginn, það er Davíð mættur, en þetta er beint á fyrirliða leiknismanna Suárez. Og Suárez reynir að finna þarna þá út til vinstra megin, gengur ekki hjá honum, hann nær honum þó aftur. Og hérna vinnur Ásgeir boltan skemmtilega á hættulegu svæði og hann er komið með Elvar með sér í hlaupið. Elvar hefur sennilega einhver misskilningur hérna á tímasendingu og sendingunni. En vel gert hjá Ásgeiri samt. Frábærlega gert að gera. Og þá er það leiknismenn með knöttinn. Það er leikmaður númer 10 sem fyrir tækling, Geiri fyrir tæklinguna. Hörku tækling hérna og KA á þennan bolta. Þetta er ástæðan fyrir að KA menn hafa heldur betur tekið Geira opnum örmum hjá KA. Þetta er þessi baráttu viljið og hann hættir aldrei, ólgsegur. Og Hrannar með innkasti aftur á Guðmann. Heyrist vel í áhorfendum á KA-vellinum í dag, Akureyrar-velli í dag. Og vel mætt. Já, vel mætt. Hér kemur Alexander með langa bolta fram á Ásgeir. Ásgeir skallar hann fyrir Elvar, en leiknismenn er á undan í knöttinn og spila hann aftur á markmann. Hann kemur langa bolta hérna fram á Kristoffer sem er svona pínu einn á þeim sjó en hann er ekki að taka hann niður og það er Guðmann sem fær hann í hausinn. Og Almar gefur sér tíma að taka hann niður, missir hann þó. Góð baráttu hjá Kristoffer. Og það verður Suárez út á og boltinn kemur hérna út. Hægra megin og hann er blekkt í blauti völlurinn. Já. Þetta eru erfiðari aðstæður kannski eða ég er náttúrulega kannski erfitt að meta. Nei, ég myndi þetta en sem frekar segja að vera topp aðstæður. Já. Boltinn þarf að getur flotið betur og spýtir svolítið áfram. Spýtir svolítið áfram sko. Og Guðmann með henni öftustu línu út á Baldvin. Baldvin upp á Júra tilbaka. KA-menn byggja hérna upp sókn í róleitum. Almar færa hann í lappir á miðinni og Hrannar segir að koma. Almar með tíma, finnur Hallgrím í lappir, Hallgrímur snýr hann á leikmannum með 10 sem tossar í hann, ekki dæmt. Boltinn út á Hrannar sem er komin í hlaupið, nú erum við 3 á teiknum. Nú kemur góð fyrirgjöf á fjarstökjur og þar er Hallgrímur mættur! Þetta er skalli beint á Rodríguez, virkilega vel gert, virkilega bara, þetta er það sem við viljum fá boltan hana. Já, hann viljum fá boltan, Grímsi óöfinn hitti ekki skallan alveg nógu vel. En frábær fyrirgjöf hjá bróður hans. Já, ekki þekktur skallamaður. Nei, en gerði vel samt. Gæti verið fyrsta skallamarki á ferlinum, en hér er markspyrnan frá Rodríguez beint í innkast. Og Hrannar kemur hérna til okkar í bílinn til að taka innkastið. Og það er aftur á Guðmann. Og það er Baldvin sem fær hann. Baldvin missir hann aðeins frá sér þarna, fær press á sig, en vinnur vel úr þessu á Davíð. Leiknismenn á tánum þarna gagvart minnstu mistökum KA-manna. En eins og við sjáum á þessari uppstillingu þeirra, þetta er ansi mikill varnarmúr. Guðmann með skiptingunni yfir á Júra. Sýndist hann þetta að hafa viðkomi í hnakkanum á Alexander. Já. En hér kemur tækling Júra, mistar hann langt frá sér og þennan bolta eiga, KA-menn. Leiknismenn mótmæla þessu. Og Baldvin með innkastið á Júra. Júra gegn leikmanni nr. 23 Sólmundur. Og hér kemur fyrirgjöf frá Baldvin í Sólmund og þetta er þriðja hornspyrna KA-manna. Þetta er hornspyrna á 30 mínútna fresti. KA-menn liggja þungt á leiknum til að byrja með búi. Já. Ég held líka að leyndarleiknismenn hafi stillt í þannig upp að þeir vilja taka mótið svolítið aftarlega og sprengja svolítið hratt upp. Já. Hér kemur spyrnan, hún er inn í teginn og þetta er sensað frá. Almar skallar hann aftur inn í þvöguna og einhver smá misskilningur í leiknisvöldinni. Almar skallar henni og Guðmann hæst í loftinu. Þetta er skallað í hendurnar á Rodríguez, ekki erfitt fyrir hann að eiga við þetta. Og leiknismenn stilla upp.
Káa þurfa að vera þolinmóði til að brjóta þennan múr á bakkaftur. Rodríguez með langa spyrnu, Guðmann í lofti eða hvað, nei. Hrannar skata hennar frá en beint á leiknismann. Almar vinnur boltan eða hvað, nei. Hér er leiknismenn í álitiru sókn og það er skot frá leikmannum með 14 sem er framhjá. Þannig að nú fær Aron Dagur Jóhannsson sína fyrstu snertingu í leiknum. Já. Og hún er fullkomin. Já. Það er komið 100% nýtingu. Það er 100% sendingar nýtingu. Hann virðist allavega yfirvegaður að sjá. Já. Hér er Hrannar með langan bolta fram á Hallgrím. Hallgrímur fær mann í bakið og... Já, þetta hlýtur að vera brot. Nei, segir aðstofdómarinn, flaggaði ekki að það. Hallgrímur sennilega spyr hann af hverju hann fáið ekki aukaspyrnu. Þetta er hann Sveinn Þórður Þórðarsson, vinnur okkur úr Toppmenn á Sport sem er á línunni. Svenni Toppmenn, eins og það kallaður. Toppmaður, algjör toppmaður. Það er Almar og Hallgrímur, nú hlýtur hann að fá aukaspyrnu eða hvað? Nei! Og leiknismenn hreinsast hérna, hann er farinn. Og hann var ekki, leiknismæðurinn Kristófer Páll Viðarsson var ekki ánægð með þetta. Hárprúðu með eindagum. Og það var að yngast hjá Hallgrím sem er með mann í bakkinu. Þeir setja greinilega mikla press á Grímsa strax í byrjun. Og hér er Alexander dæmdur brotlegur. Hann braut á leikmannu nr. 14, Hilmari Frey Bjartþórsinni. Víst það fengi alltaf smá högg á ristina. Hilmar Freyr þótti einsinni mjög mikið efni. Hann æfði með Breiðablik í öðru flokk og var valinn þar held ég 2 ár í röð besti leikmaður annarflokks Breiðabliks. Já. Og hann er uppalinn fyrir austan? Hann er uppalinn fyrir austan. Fyrir utan þessa annarflokksæventýri, síðan kemur hann austur eftir þar til Leiknis. Hér kemur aukaspyrnan frá Trénars og það er Káamenn sterkir í loftinu og nú er brotið á Grímsa. Það er Suárez, ekki Lewis þó. Nei. Jesus. Grímsi tekur aukaspyrnan hratt hérna til hægri á Hrannar og Hrannar nær þessum. Og nú kemur Hrannar hratt á þá. Hrannar gegn Kristófer, inn á Elvar í lappir. Elvar fyrst nýtt á hann í lappir, þarna settuðu mikla pressa á hann og mista á honum. Og nú vilja leiknismenn koma hratt. Það er leikmaður númer 13. Baráttunum við Alexander Trinsic. Og Alexander kemur nú tilbaka og segir örugglega síðan vel maður Norðvík að hann Garðar. Já. Almar með skiptingunni yfir á Júrai, hún er svolítið há. En Júrai heldur þessu inn á, vel gert. Nei, Júrai heldur þessu ekki inn á. Og Adolf flautar innkast. Flaggar innkast. Flaggar innkast. Já. Og hér er innkastið. Alexander hæst í loft. Alexander er með gríðarlega góða nýtingu í skallaboltum í sumar. Erfið við eiga á miðinni. Gríðarlega góður að vinna bolta. Og hefur verið mjög stígandi hjá Káa í sumar. Já, akkurat. Það er oft talað að menn þurfi vissan tíma til þess að aðlagast nýju landi. Já. Mér sýnst hann að vera að gera það gríðarlega vel. Sammála því. Og það var einhvern sem Káamenn eiga. Hallgrímur ætlaði að taka það snöggt en býður eftir Baldvini til að taka það sem tekur upp á Júrai. Júrai í baráttunni missir hann. Ágætis vörð þarna hjá leiknismönnum. Og þeir spila honum í öftustu línu út á Rockamora hinn í vinstri bakverðinum. Og Rockamora með sendinguna fram á Kristófer en Hrannar les þetta eins og opna bók. Og finnur Alexander á miðinni sem fær pressa á sig. Alexander út á Almar. Almar er kominn hérna út í hægra megin aðeins núna. Þeir eru duglegir að rótera. Almar setur hann á Geira. Geiri aftur á Davíð. Ákveðin yfirvegun hann sem fylgir Guðmann en þetta er slöggsending á Davíð sem Baldvin réttar að halda inn á, vel gert hjá Baldvin. Hallgrímur dansar með hann, kemur hann inn á teiginn, þetta er hreinsað frá. Erfið sending kannski en Hallgrímur vinnur hann aftur strax, út á Baldvin. Og Júrai uppi. Sólmundur, það er langur dagur framöndan en Sólmundi í baráttunum við Júrai og þetta er 4. hornspyrna Káamanna í leiknum. Sólmundur gríðarlegur íþróttamaður. Já. Það er kannski ekki besti fótboltamaður en hann er flottur í þessari stöðu þar sem hann sérstaklega á móti mönnum eins og Júrai þar sem hann þarf að laupa. Það er eins og við nefnum, Júrai er gríðarlega duglegur að reyna að taka menn á og tekst oft vel til. Já. Það var hornspyrnan hjá Júrai. Hér kemur hún og þetta er skallað á fjarstöngina. Það er Alexander í baráttunni, Alexander aftur inn í teiginn en þetta er á Kristófer og Kristófer vantar að losa hann fram. Já, og þetta er bara beint. Þar er engin leikmaður Leiknismanna. Þetta verður ekki einu sinni talið sem stungusending. En það er Hrannar með henni í öftustu línu. Á Alexander.
leiknismenn þrátt fyrir þetta, það fóru bara með einn leikmann fram við miðuna og það er Júræ, erfið sending hérna frá Alexander Först. Þannig að það er Sólmundur sem býst til að taka innkastið. En Alexander réttum maður réttum stað, hérna kemur hörkutækling. Elvar fær mann í bakki núna, finnur Ásgeir hægra megin og kemur sér sinni inn á teginn. Ásgeir með fyrirgjöfina og þetta er bjargað á síðu stundu á leiknismönnum. Frábær hugmynd hjá Ásgeiri. Já, og mér sýnist markmaðurinn hérna Rodríguez að fengi eitthvað hnjask. Og Þóroddur stoppa klukkuna og vonandi er í lagi með hann. Endur sýning á þessu, Elvar gerir vel, kemur honum út á Geira hérna hægra megin og Geir í fyrsta fyrir. Og þetta, já, hann fær hérna sýnist vel takkan á félaganum í lærið. En þarna hefði ekki miklu mátt munað að það sé sloppið og þar vorum við komið með Elvarinn í teginn. En Rodríguez í staðinn á fætur sem betur fer fyrir leiknismenn og það má nefna það að Amir hérna varamarkmaður, hann er fyrirverandi leikmaður Hauka, spilaði lengi með Haukum. Hér er hotspinnan, Alexander í baráttunni og þetta skoppar að leiknismann sem losar hann út. Þeir býr ekki eins og mann fram í hodnum. Nei. Baldvin heldur þessi inn á og kemur með sendinguna á Elvar og Elvar í baráttunni hana, gerir vel, Guðmann og hana fær hann hnikk og dæmt á Guðmann og þeir liggja báðir og Guðmann er reiður. Nú eru menn eitthvað æstir. Leikmann með 19, Trenas og Guðmann í ykkur morðaskiptum. Það er komin hiti í Spánverjan. Já, Spánverjarnir blóðhittir. Guðmann líka. Það er spurning hvort að Þóroddur spjaldið á eða hvort hann, jú, hann spjaldar á báða. Þetta er 4. spjaldið hans Guðmanns í sumar, nú þarf Guðmann að hætta. Þýðir að Guðmann er í leikbann. Leikmann með 14 fekk, nei, leikmann með 19 fekk gult hjá leikni, Trenas. Og Þóroddur vissi í sök að Þóroddur þetta greinilega haldið svo niðri. Þarna hafa einhverjir menn hefðu skilið tiltal líka. Já, Fjöldin árið dýr nefnilega, farin að telja. Mér finnst vera full stutt liðið á leikinn til þess að vera að því að þetta var nú ekki alvarlega en þetta. Akkurat. En Þóroddur er fær í sínu starfi. Hér kemur spyrnan og Alexander notar hendurnar Guðmann í bjargar þessu. Þetta er innkast, þetta er hættulegt boltinn og þetta er innkast eða KM-menn. Já. Og Kristófer ekki ánæður. Vonandi Þóroddur ekki að missa þetta svona strax. Hann er nú yfirleitt ekki ánæður, hann Kristófer. Nei, ok. Hann leggur sig alltaf 100% fram og vill fá sitt. Já, það er bara svoleiðis. Hér er það Rockamora með skallan fram og Hrannar losa síðan á Ásgeir sem er í baráttunni við Rockamora og Rockamora notaði hendurnar en ekki dæmt. Og þetta er spilað í öftustu línust á Arkars. Og út vinstra megin, það er við Baldvin vel vakandi og vinnur hennan bolt og heldur hann vinna á. Sáum völlurinn er gríðilega blaut fyrir hérna á þessu svæði. En það gamla góða drenlögnu í löngu farinn. Júræ út á Alexander. Alexander yfir á Hrannar, frábær skipting hjá Alexander. Nú er Hrannar einn á augun sjó og dregur til sín bakvörðinn. Þá ætti að losna með einhvern inn í teig og boltinn er góður og Ásgeir! Og þvílík markvarsla! Ég sá hann inni þarna, allan tíman. Þetta var mögnu markvarsla þegar við fáum þetta endursýnt hérna. Alexander ótrúlega vel gert hjá honum að skipta honum yfir á Hrannar sem hafði nógan tíma og gegn Rockamora og fyrirgjöf í fyrsta frábær fyrirgjöf og Ásgeir skallar hann er ekki fastur en hann er alveg niðri við stöng og bara þetta er mögnu markvarsla. Þetta er Rodríguez að vinna fyrir kaupinu sinu. Já. Hér kemur hotspinnar frá Júræ, hún er á næstönginu og þetta er skallað frá. Spurning hvort þau þurfum ekki að fara að koma sig yfir á fjærir. Þetta er skott frá Almari sem er skallað burt af leiknismanni og 7. hotspinn eða hvað káa mann að staðar. Nei, hann hefur fengið hann vondan stað og liggur eftir kallinn. Og Þóroddur kallar Stefán Ólafsson, sjúkraþjálfara leiknismanninn á. Eins og við sáum á hann að Alexander átti mjög flotta skiptingu. Þetta er einmitt það sem hann er klókur í. Hann er fljótur að hugsa, hann er fljótur að koma boltanum á rétta staði. Já. En þetta er Trenas sem að fekk gula spjaldið á hann sem hefur fengið hann fast skot frá Almari. Hann þarf að fara út af eða hvað? Jú, hann þarf að fara út af og þjálfari leiknismann er ekki ánægður með þessa ákvörðun Dodda. Og hér kemur hotspinnan
Og það mistum við að hún koma fjær núna. Júra með út í teiknum, hann aftur með henni. Það ekki káamaður. Mér sýndist Elvar að vera hreint þarna þegar hann var að fara. Gott að komast til það. Kristófer kemur hún út að Hallgrím aftur sem nær að taka niður, vel gert hjá Grímsa. En fær Rockamore í bakið og ekkert dæmt frekar en fyrir daginn hana. Káamenn halda ennþá stóru mönnunum frammi. Guðmann og Davíð eru þarna klárir að fá hann á kollin. Hrannar getur gefið hann fyrir þessari stöðu, hún kemur hér, hún góð. Og á fjær, Elvar Árni rétt missir á hann bjóst ekki við að fá hann. Og jú, viti menn, það hotn. Við syns að var að setja nýtt met hérna, inkasso met. Já, 8. hotni eftir 90 mínútur. Fyrir þá veðmála sjúkuði, gott hotnabett í bóði núna. Hér kemur hotspinna frá Júra. Og hún kemur enn og aftur inn á Guðmann! Frábær hotspinna. Já. Og þeim lendir hann aðeins saman en Alexander fyrstur á svæðið og vinnur þennan bolta, sópar hann upp. Og Alexander með Hallgrím með sér, ákveður að snúa frekar inn, ennþá með mann í bakki, nú kemur annar í hann. Og hér er aukaspinnan, mjög klókt hjá Alexander að gera þetta, nýtti alla sína reynslu í þetta. Já. Og það er Hallgrímur sem kemur á vettvang. Og ætlar að taka þessa spyrnu. Og hún kemur hér. Og hún er góð. Það er eitthvað peysutokk hérna og Rockamore og það er hotn. 9. hotnleiksins. Allt káa megin. Allt káa megin. En kannski verður þetta eftirminnilegur sem þetta verður netslegið hérna í hotnum. Fyrir þessa sakir, hér kemur spyrna frá Grímsa. Ég er ekki frá því, þau hafa bara nokkuð dreifst nokkuð vel sko. Austan-vestan megin sko. Hér kemur Hrannar með á fjárstöngina á Elvar hreinar skallan inn í en það er Arkas fyrstur á svæðið og hreinsa hennar frá. Og Almar með tíma snýr við og kemur hún að Baldvin. Baldvin á Trinsic. Og Alexander kemur hérna skiptingin á Hallgrím, þetta er frábær skipting enn og aftur í Alexander. Og Hallgrímur leitar á vinstri löpuna núna og kemur fyrirgjöfni góðu vinstri, hún er á fjær. Þannig að beið Guðmann í sníkjunni, Elvar ennþá í baráttunni, þetta er ekki búið. Davíð á Guðmann! En Guðmann var rangstæður en setti þennan nokkuð örugglega yfir. Það er nú yfirleitt þannig að varnarmenn þeir kunni ekki rangstæðurregluna. Nei, nákvæmlega, við sjáum þetta endur sinna, Grímsi reynir fyrirgjöfina, hún er skölluð frá. En við höldum hann að berjast að við vinnum þennan skattabolt svo, já, Guðmann er klárlega rangstæður hana. En hann skoraði hvað sem er ekki. Og þannig að það kemur spyrna frá marki leiknismanna, Rodríguez með boltan fram og þetta er á hausuna Trinsic svo venjulega sem vinnur þennan, út á Hrannar. Nú sitja þær eftir með 4 eða 5 leiknismenn, nú getur Káa komið hratt á þá. Hrannar, fullt af möguleikum, leitar alveg út til vinstri á Júra, boltin er góður eða hvað, nei, aðeins og fastur við Júra en hann heldur honum inn á. Og Júra inn á tegin með hægri. En leiknismenn gera vel og bæja hættunni frá í bili. Hrannar á Alexander. Alexander út á Júra aftur. Og Júra 1 gegn 1 þarna. Og leitar út Baldvin, slökk fyrirgjöf Baldvin sem betur fyrir þetta beint á Hallgrím. Og Hallgrímur. Og það er hotspinna. Viti menn. Viti menn. Þetta er að vera gömul sá og ný hérna hjá okkur. Nú er Túfa bæta mönnum. Bæta mönnum inn. Já. Spurning hvað þessi þjálfara snill skilir sér. Við getum votta fyrir það, það var bara bein skipnum frá skipöldum. En Baldur hérna lúrar á fjársninginni. Og kemur spyrnan og hún er inni og Rodríguez út. Og þetta er beint á Kristófer, nú þarf að stoppa Kristófer. Já, Kristófer getur ekkert annað gert en komunum fram. Það er Hrannar 1 með Almar með sér. Þetta eru búin að vera góðar hotspinnur sem við erum búin að fá. Það er bara, þeir eru gríðarlega sterkir greinilega og vanir í hotnarútinu leiknismenn. Á rétt. Spurning hvort þetta verður uppleggið þann. Já. Eins og ég held að það var að Júra gegn Sólmundi. Þeir eru báðir snöggir greinilega en Júra stendur í lappirna, gerir þetta mjög vel komið fram hjá honum. Og nú er hann komin á teginn og fjárstöngina aðeins svo fastur fyrir Geira. Og Kristófer í baráttunni við Geira og Geiri lítur að fá aukaspyrnu eða hvað? Nei, ekki flautar, það er Rockamore þá með hann í vinstri bakvörðunum. Og nú ætla ég að reyna að spila út úr þessu. Það er 22, það er Dagur. Og Dagur aftur á Rodríguez sem getur ekkert annað gert en að reyna að skjóta henni myndatökumenninn okkar. En Baldur er í lagi. Hrannar kominn klára að taka innkastið og það er á Almar.
Nú fær KM boltan hratt. Guðmann með sendingun inn á Elvar sem fær hann í lappir. Alexander smá misskilningur hérna á milli þeirra tveggja þannig að KA tapar boltanum. Elvar fyrir tæklinguna en ágætlega gert hjá Degi þarna vann boltan og nú koma þeir 3 gegn 3 og nú Alexander en þetta slök sending út á Garðar gegn Baldvin reynir að finna það upp og hann fellur við en hvorki kemur flagg né flaut þannig að þetta er dæmt. Davíð sterkur. Þóroddur virðist alltaf setja á línu það með má gera ýmislegt á vellinum sko. Jájú. Hann alltaf leyft mikið af bakgrindingum á okkur KA-menn. Já. Hér það Davíð með boltan í öftustu línu. Snýr við, finnur Guðmann. Guðmann lyftir liðinu ennþá hærra. Leiknismenn koma sér fyrir í sínum stöðum. Og það er sendingin inn á Ásgeir sem finnur Hrannar með sér, vel gert hjá Geira. Hrannar gegn Rokka Mora. Og tapar boltanum og þetta íkast eða leiknismenn. Óbir Hrannar hana. Og það er Almar í baráttunni hana. Og þetta er ágætlega gert hjá leiknismennum að leysa þessu. Hrannar er kominn á ókunna á slóðurinn á miðuna en vinnur boltan samt. Elvar hérna með góðan skalla Hallgrím. Kristófer kvenkar sér eitthvað hérna, strákurinn. Og Elvar í baráttunni, væntanlega verið flautað á þetta eða eitthvað, já. Elvar braut á Trenas. Kristófer stingur við hérna. Það fengi eitthvað högg, strákurinn. Mér sýnist að fá takkana í sig áðan. Já. Arkas sagði Rodríguez að taka þetta ekki en þeir ætla greinilega að lúðra þessu fram völlinn og reyna að fá þetta í gang hérna eitthvað hjá sér sóknarlega. Spyrdan er fram og Alexander í baráttunni og Guðmann hreinsar hann í innkast, lítið annað sem gat gert úr þessu. Það skildi þó ekki vera að Leiknir skildi ná boltanum í fyrsta skipti í leiknum inn í vítateig. Já, það er möguleiki búi. Það er möguleiki. Við að sjálfsögðu já, en þeir setja alla sína stærstu menn inn núna og hér kemur innkastið en það er beint á fyrsta mann. Það er Hrannar sem skallar frá og þetta er Garðar fyrir utan teginn en hátt yfir markið. Fyrsta skottilraun, álfur skottilraun leiknismann í leiknum. Aron með snögga markspyrnu á Davíð Rúnar fyrirliðan. Almar kemur á stað. Alexander fær pressu. Fjarðabyggð búið að jafna gegn Leikni 1-1 og þá var ég batterislaus. Þetta var skemmtilegt. Hér kemur Júræ og þetta er hreinsað frá Hallgrímur. Alexander kemur út af Hrannar. Hrannar þarf að ná þessum, vel gert hjá Hrannar er mjög gott og sendingin á fjarstöngina. Þar er Júræ og skallar hann út af Hallgrím. Káa meður þolinmóði núna og Hallgrímur út af Alexander Trínsits með hann. Hann lætur bara vaða, ekkert að því að reyna þetta. Við erum búin að vera að byggja upp. Þetta er lítið búið að koma dauðafærum allavega. Það er ennþá 0-0 í Grindavík og ótrúlega markaleikur á Selfossi hjá Selfoss og Háka sem staðinn er 2-2 eftir 31 mínútu. Og Haukar er enn 3-1 yfir gegn Þór Akureyri. Þetta er gríðarlega spennandi til, það virðast allir geta unnið alla. Já. Þetta er alveg hörkuleikur nú þarna Suðurnesjaslagurinn. Já, mikið undir þar. Já, það verður sko slegist þar. Já, ef að tippa jafnvel á rauðspjald. Já. Hér koma leiknismenn. Kristófer meðan gegn Hrannari, vinnur hann tilbaka hann Dag, vel gert hjá Kristófer. Dagur í gegn og þarna eru þeir komnir undan okkur. Guðmann, glæsileg tækling hjá Guðmanni og það var fyrsta hotspinna leiknismanna. Þetta var leikmaður nr. 21, Anto Pejic. Og þeir taka sér góðan tími að taka þetta hot. Rokka Mora röltir á staðinn. Þeir býða með 2 tilbaka, 3 fyrir utan og 4 í teignum. Arkas sýnist mér vera að stjórna þessum hlaupum eitthvað hjá þeim. Greinlegt fylgdalið leiknismanna inn í stúkunni, gaman að því. Við setjum líka alla okkar menn aftur. Já. Tekið til því.
Og hér kemur spyrnan og Baldvin frá í fyrsta, Kristófer, Júra, Kristófer undan. Nú er það Elvar Árni sem undan, þarna þarf að losa hann fram. Gerir þið vel þarna og vinnur markspyrnu. Ef við talaðum að vinna markspyrnu þá gerði Elvar þarna. Þannig að Aron heldur áfram að koma boltanum örugglega frá sér. Nei. Ég ekki frá því að Aron sé með 100% sendingarnýtingu í leiknum í dag. Engin spurning. Og Almar á Hrannar aðeins fyrir aftan hann. Hrannar gegn Kristófer og Almar Júra býður sér í hlaup þarna en finnur Ásgeir með boltan á miðinni. Finnur Hrannar hérna hægra megin, Hrannar gegn Rokka Móra. Hrannar er komið góða fyrirgjöf í leiknum og hér kemur eini viðbót. Þarna vantaði bara Káamann og jú, Suárez hreinsar í horn. Og nú sýnum við Hallgrímur ætla að taka á hornið. Júra hefur verið að taka á því þarna megin. Það verður að mixa þetta aðeins upp. Já. Aðeins byrjaði að droppa. Aðeins kominn smá úði hjá okkur. En ennþá blakta engi fánar. Hér kemur spyrnan frá Grímsab. Hún er á fjarstöngina, það er Davíð! En þetta er skallað aftur fyrir af Garðari sem að fá högg á ökklan. Mér sýndist vera að toga það aðeins í Davíð. Já. Garðar kominn úr skónum. Eða hvort það hefði verið stíi hreinlega á hann. Hann væntanlega fæ tíma til að klæða sig aftur í hann. Túfa kallar einhverjar skipanir inn á sína menn. Má sjá, Garðar er kominn í skóinn. Nei, hann er ekkert kominn í skóinn, strák greið. Hann er að losa hnút á allt. Tímir er stopp. Garðar dundar sig að koma sér í skóna. Það var eitt sinn búið, ég var ekki gamall hér á Akureyravelli þegar K.A. spilaði við IR gamla dag, hvort það hafi ekki verið bara eitt af erfiðu tíðanbyrjum með K.A. og við vorum bara jafnvel í fallbaráttunni fyrstu deildinni og IR-ingar voru ánægðir með stíi sem að þeir voru nánast öryggi með hérna. Markmaður tók upp á þeirri brellu að skipta skó uppbótartíma, kallaði á dómar bara að stoppa leikinn og skipta skó. Það fór ekki betur svo, K.A. skoraði uppbótartíma og svo bætti og hér er Geirinn með skallan, Reka Elvar með rétt yfir maður. Það var markmaður í líka sem skipta skó og bætti voru við 8 mínútur viðbót og K.A. skoraði þarna á 100. mínútu eða eitthvað svoleiðis. Eftirminnilegu leikur með einstæðum. En þetta var, þarna fengum við allavega tilraun. Ja, þetta var bara góður skalli og rétt yfir markið, sáum hann endursýndan Elvar Árni í hörkufæri. Rodríguez með spyrnuna á miðjunni og það er Alexander tímasettur öllu sér upp, hárrétt maður. Og Alexander í gegn á Júra, nú tekur Júra mikinn sprett á móti Sólmundi. Sólmundur þarf að hreinsa hann frá eða hvað. Kemur honum upp, en þar er Alexander mættur aftur. Alexander er allstaðar. Júra með hann, kemur honum fyrir markið, þetta er góð bolti, Elvar. Ásgeir 1 á fjær. Og Geiri með skot á markið sem að Rodríguez ver og aftur. Og þetta er hotspinna, Rokka Móra, bjargaði þessu. Ég myndi segja besta færi Káamann í dag. Já, klárlega. Frábærlega gert hjá Alexander, þvílík vinnsla. Og Júra með góða fyrirgjöf, ekki það fyrst í leiknum. Elvar skallar hann áfram og Geira. Móttaka sveik Geira aðeins. Rodríguez varði vel, nóg að gera í honum. Ég held að Geira hefði bara ekki verið tilbúin að fá boltan þarna, Elvar var í skallanum. Já. Hér er það Hallgrímur með hotspinnuna, hún er á fjær. En hún er of löng. Almar með tíman úti. Hrannar með hægra megin. Nei. Jú, nú fær Hrannar hann samt. Hrannar upp á Júra, góð bolti hjá Hrannari í gegn. Rokka Móra klást við Júra hérna, Júra gerir vel og brýtur sennilega á honum samt eða hvað. Nei. Dotti er ekkert að flauta þetta. Nei, hann er að halda línunni með þetta. Já, heldur línunni með þetta. Innkastið eiga leiknismenn á einum vallarhelmingi. Og það kemur hér framvöllin og Alexander Trinsitt skallar hann beint á Hallgrím. Vel gert hjá Alexander og Ásgeir er snöggur. Og hann getur tekið menn á og hann gerir það. En þeir voru orðnir á margir hérna. Geiri brýtur síðan en Dotti flaggar áfram. Og hér kemur hár bolti fram, þetta er Guðmann, lesst þetta. Og Almar með tíma. Þannig voru leiknismenn að reyna og erfiða hluti. Guðmann kannski líka en þetta hafðist og sendingin hérna yfir á Davíð. Þetta var ágættis tilraun hjá Hilmari sem að reynda komur hóndi gegn Kristófer en Guðmann las þetta í sóknarbók. Davíð rúna með hann. Guðmann. Hrannar vill fá hann hérna hægra megin, Hrannar vill vera mikið í boltanum. Enda búinn að eiga fullt af flottum fyrirgjöfum í dag. Og hérna kemur hann gegn Kristófer með bróður sem með sér líka tilbaka. Og Geira uppi. Hrannar fyrir bara sjálfur, vel gert hjá Hrannari inn á Elvar en ekki hafðist að þetta skipti. En þetta er bara hreinsa beint fram og það er Káamenn sem taka við boltanum þar.
Hvert myndirðu giska? Ég veit að við erum ekki með tæknina til þess, ekki ennþá allavega. Ball possession búið í þessum leik. Ég myndi spá að svona við erum búin að vera 86% núna. Ég ekki frá því. Og þarna var aðeins erfitt hjá Júra og Baldvin og innkast sem við eigum. KA-menn, vonandi förum við ekki að missa þolinmæðina því að þetta hefur verið algjör einstefna. Það oft erfiðast. Það er að halda uppi sóknarleik allan tíman. Já, Baldvin með fyrirgjöf þarna á Elvar Árnar sem næri ekki að komast á markið. Það er verið í stöðu. Og mér sýnist Trenas vera að þenja sig eitthvað þarna, ég veit ekki, sennilega við Samherja eða eitthvað. En Jú, hann er að láta sóknarmanninn heyra það. já. Ekki markspyrna frá Rodríguez og tippum frá hausinn Alexander. Já, Alexander vinnur þennan, en Suárez búinn að staðsetja sig vel. Og Suárez með langan bolta fram og þar er Aron í sínu fyrstu úthlaupi, gerir vel. Já, gerir gríðarlega vel. Já, Guðmann liggur eftir en sleppur til. Hann er snöggur hann Pejic, nummer 21. Og hans horbolti, Hallgrímur gerir hins vegar vel að vera snöggur, klókur að vinna hann í leik. Geiri pressar og Grímsi líka gera vel en þarna var bara leiknismæðurinn hafði betur. Anton tilbaka á Trenas og Trenas upp hérna hægra meginn á Kristoffer en það er Hrannar mættur, skallar hann á Guðmann. Og Guðmanninn á Alexander er alltaf laus á miðjunni. Já, við varum búin að gríðarlega flottur í þessum leikan. Já, flott skiptingin yfir á Júra eða eitthvað aðeins og löng. Júra heldur hann inn á. Og gegn Sólmundi og Júra með fyrirgjöfina og það er Elvar. En Elvar ekki alveg rétt það sem dör eða fyrirgjöfina aðeins og föst. Það þurfa KA-menn að halda haus. Þetta er kannski ekki brekka, þetta er allavega þétt. Við höfum verið að gera þetta alveg hárrétt. Við höfum verið að sækja upp kantana og reyna að fá boltana á bakvið varnarmennina. Já. Þannig sóttu leiknismenn okkur ofalega og við kannski getum reynt að refsa þeim fyrir það núna. Hrannar, hann er snöggur, Anton bakka með honum og Hrannar upp á Ásgeir, þetta er góður bolti. Og Ásgeir gegn Trenas og hann brýtur á Geira, engin spurning og þetta er væntanlega seinna gula spjaldið eða hvað? Nei, Dotti fyrir ekki í vasann. Nei. Og talar hann ekki eins og við hann. En það er kannski engin ástæða til þessi, ég veit það ekki. Búi, hvað finnst þér? Hefur við eftirsýningu nokkuð af þessu? Hún kemur hér. Já. Hann er klárlega bara að brjóta. Hann er bara brýtur en hann er ekki að leið beint á markið þannig að það er kannski erfitt að... Já, erfitt að vera að gefa spjald á það fyrir það. Já. Og fáum aukaspyrnu á góðu staði í staðinn. Já. En er þetta skotfæri eða ætlum við að reyna... Mér sýnist Júra að þetta mynda hægri fótinn, það er sendingafóturinn. En það er spurning hvert hann kemur. Þeir eru með 2 í vegg og svo einn á stönginni eða einn á nær svæðinu. Þannig að við þurfum kannski að lyfta satalega yfir á fjær. Ég sé að Þóroddur hefur ekki týnt raksápunni. Nei. Hér kemur Júra og hún er fyrirgjöfin á nær stöngina og þetta er ekki að virka alveg hjá okkur núna. Júra fær hann aftur. Hefur tíma til að lyfta honum aftur inn í, gerir það. Það var að Davíð baráttunni, skattar hann á! Þetta var Alexander. Þetta er kannski okkar séns. Þeir virðast vera alveg með okkur í fyrstu boltunum en við náum að flikka honum eða breytum stefnu. Akkurat. Rodríguez varði vel hann er vel á verði. Og hann kemur með sendinguna frá Kristoffer. Það er Hrannar sem les þetta. Tekur vel á mót hann Hrannar. Natural talent eins og þau segja. Hann upp á Júra. Júra misti á honum hann, þannig að Rokka Móra vann hann. Og Rokka Móra fær hann aftur. Nei, það er Hallgrímur og þetta er brot. Við þurfum kannski að fara að fá fleiri skot á markið. Það eru kannski oflausir boltar. Markmaðurinn er að ráða auðveldlega við þetta þó við séum aftur á móti að gera vel en þá vantar bara fastari boltar greinilega. Engin spurning og kannski ennþá erfitt að telja eitthvað færi KA-menn að dauðafæri í dag. Já. Þetta eru færi, það er hægt að skora úr þessu en það er ekkert eitthvað sem við tökum eitt út sem sést það dauðafæri. Nei. En þá er Hallgrímur í fyrirgjafarstöðu. Og hér kemur boltinn inn og það er Alexander hæst í loftinu en ekkert. Og Júra Garðar gerir þetta vel. Nær hann að halda sig inn á hann Garðar. Já, hann gerir það. Geiri brýtur á honum. Jó. Rétti dómur sennilega Þóroddi. Þó ég sé langt frá þessu. Það er 89. mínúta fyrir austan, Fjarðabyggð Leiknir. Við KA-menn vonum auðvitað að það endi 1-1. Fjarðabyggð Leiknir búið. 1-1 búið. Já, leiklokið. Þór búinn að minnka muni gegn Haukum. 3-2. 3-2, það eru ekki marga mínútur þar. Jón Helgi Hannesson á að skora.
Það er 83. mínúta þar. Þórsarar hafa tekið mörg seglustig í sumar og alls ekki ólíklegir til að taka stig aftur í dag hana á seglunni einni. En það er þvílíkur markaleikur á Selfossi. Já. 2-3. 2-3. Hákámenn komnir yfir. Þá er það Baldvin með innkastið. Við þyrftum að fá þennan á markið. Það var Hallgrímur á Baldvin aftur. Og Baldvin, engin pressar hann kemur bara með boltan fyrir sjálfur. Þetta er á hausun og Geira en aftur fyrir og markspyrna sem Þóroddur bendir. Ég hefði viljað fá hot þarna til þess að halda meðaltalinu. Já, ég heldur séu komið löngu yfir komið meðaltalið á 3 mínútna fresti. Ég er engin starffræðingur en ég er löngu búinn að týna tölunni. Rodríguez spyrnir frá marki. Það eru 5 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Trínsits vinnur þennan. Kristófer tekur seinni boltan en smá barátta þarna. Baldvin gerir vel. Brotið á honum. Garðar var allt og seinni í þessa tæklingu sem að leikmaður sem að Andó bendur nú réttilega á hann með allt og seinni. Það er erfitt fyrir okkur að reyna að spila í gennum þetta. Við þurfum að reyna að fá fleiri sóknir sem getur sótt hratt upp. Já, þarna kom döpur sending frá Alexander og nú sækja leiknismenn hratt. Elfar Árni gerir frábærlega hins vegar fyrir þessa tæklingu og vinnur hana og Baldvin skallar í innkast sem að leiknismenn eiga. Og nú sjáum við leiknismenn, þeir ætla sér uppleggi hjá þeir sjálfsögðu að fara í förstu leikatriðin. Þeir eru klárlega góðir í því, held ég. Já, nú fylla þeir vel á boxið. Þetta er þeirra hættulegasta vopn í gískap. Skildi þetta vera beint af æfingasvæðinu, það kemur í ljós. Það kemur í ljós, en við erum góðir, við erum vel á verði aftast. Við förum með alla okkar menn aftur. Og hér kemur innkastið, það er Alexander sem skallar hann aftur á Aron og Aron grípur þennan. Nú er spurning hvort Aron haldi 100% sendingarhlutlunni. Aron einni gríðarlegu vítabani, hann Já. Það hefur alltaf í yngreflokkunum verið að skora hjá honum úr víti. Nei, það er meiri líkur á andstæðingunni klikki en skora þegar það er víti á sig. Já. Og bara eins og nefndum aðan, gríðarlegt efni og búinn að spila fyrir yngri landslið í Ísland, hefur verið að fara út á reynslu og sækja sér mikilvæga reynslu með því einmitt sko og nýkominn eigin frá Norð-Sérland. Já. Sýnist mér svona pínu pirringu farin að votta fyrir hjá Káma. Nú það er Tufa, við þurfum alltaf helst að skora fyrir hálfleik en Tufa þarf allavega að núlstilla menn í hálfleik og halda áfram þessari þolinmæði. Því þetta verður djöfurs þolinmæði vinna að brjóta þetta bak aftur. En hér kemur Alexander með langa bolta, þetta er ólangt og Júra og innkast. Júra kannski erfiðri stöðu til að fá boltana þarna. Já. En þetta er einmitt það kannski til þess að brjóta þetta upp, þá verðum við að gera þetta, verðum við að fá skiptingarnar í milli kanta. Þeir segja sér nóg á boltum, leiknismenn. Það virðist vera, leiknismenn taka sér auðvitað tíma í öll leikatrið, það er engum blöðum það að fletta. Þrátt fyrir síðan það fyrirháleikur. Hér kemur innkastið, Baldvin fær hann og Júræn gegn Sólmundi. Júræ út á Baldvin og upp á Júræ aftur, þetta er of erfitt þarna, þröngt kannski. Og markspyrna frá marki leiknismanna, nú tók við að vara bolta. Það verður gaman að sjá hvernig KM koma stendur til leiks í seinni hálfleik. Já. Hvort að Tufa nái Alexander vinnur einn að breyta einhverju hjá þeim. Já, Tufa vinnur Alexander vinnur einn skattaboltan á miðjunni. Þetta er vel gert hjá Pjanic sem stígur Davíð út og kemur út á Kristófer Hrannari. Hrannar gerir mjög vel og Almar bjargar síðan boltanum í innkast. Leiknismenn það er að koma aðeins ofar á völlinn. Enda ógerlegt fyrir K.A. að vera 85% á velli andstæðingsins í fyrri hálfleik. Og þeir eru ekkert að flýta sér að þessu. Innkastarinn er Hilmar Freyr Bjartþórsson, kemur lengst utan að velli til að taka þetta innkast. Það kemur hér, það er á Hrannar aftur, fyrsta mann. Hrannar skallar frá, Grímsi vinnur svo boltan á undan Kristófer. Gerir vel. Nær ekki Halldóri minni. Og þetta er innkastið upp á leikmann nr. 19 Treinars í baráttunni Guðma, í baráttunni Almar. Treinars heldur Almari frá sér og svo út á Hilmar sem kemur fyrir gjöf. Og nú þurfum við að koma sér í burtu Káamenn. Út á Kristófer sem mundar skotfótinn, setur hann inn og þetta er rangstæða.
hárrétt, en við fáum að sjá þetta væntanlega endursýnt hjá honum Ágústi vinn okkar. Þetta var eiginlega maðurinn svona nánast kjaftstopp eftir að þeir hafa komist í gegn. Þetta var reyndar hárrétt dómur rangstaðan, en Jú, hann er vel fyrir innan. Stígan hann út. Almar gerir mjög vel. Þarna mistum við hins vegar af Elvar Árna sem stóð upp í teiknum, sá hann fjall við, sá ekki hvað gerðist. Hér er Alexander sem mundar skotfótinn og Alexander með skot og þetta er Alexander nokkur Trinicic og þau beint og faðmar Srdjan Tufesic. Og hvað þetta er mikill léttir búið Vilhjálmur. Þetta er eins og við vorum að tala um áðan að það þurfu kannski þessi skot á markið. Já. Þetta var vel gert, Alexander var búinn að leita þessu skotfæri svolítið. Og við fáum að sjá þetta endursýnt hérna. Elvar fjallarinn í teiknum, við sáum ekki alveg hvað gerðist. En hann stóð upp, heldur styrk sínum út á Alexander sem að leita sér bara skotfæri og hann er bara með frá jörðinni, boltinn spýtist og gríðarlega skemmtilegt mark. Og hans annað fyrir KR sumar, fyrsta fyrir KR sumar. Hans annað mark fyrir KR sumar. Hann er búinn að vera allt í öllu í leiknum. Engin spurning. Og skemmtilegt fyrir hann að skora einmitt núna. Engin spurning. Og nú er bara uppbóta tími kominn. Það er spurning hvað Þóroddur bæti mikið við. Ætli verði ekki 1 til 2 mínútur í uppbót. Hann alltaf fór úr skónum hann aðan. Garðar og... Það var nú einhverja 3 mínútur. Já. Það var ekkert eins og gegn 9 árið. Það er að Suárez með hann á miðjunni. Út á Kristófer, en Hrannar ætlar að vera undan í þennan. En þarf að brjóta. Og Rokka Mora ekki ánara að taka brotið þarna. En við vitum allir að uppleggið það með förstu leikatriðin, þannig að... En það má... Það er ekki kannski margir sem við vita það, en Kristófer Páll er sonur þjálfara leynismanna. Já. Það er gaman að heyra. Já. Hér kemur spyrna frá Kristófer og menn detti í teiknum, það er Trenas enn og aftur í baráttunni. Trenas og Elvar og... Dotti spjaldaði náttúrulega fyrir þetta áðan, en... Hann ætlaði bara að taka Elvar aðeins með sér. Já. Davíð rekur menn út þær á halda línunni. Hér kemur flautið aftur. Þetta er rangstaða. Já. Hann var farin að snemma á stað Trenas. Þetta sá ég, dómar á sonurinn. Já. Og Aron með sendingun á Davíð. Nú er Þóroddur farin að líta á klukku sína. Baldvin og Alexander og hér kemur hálfleiksflautið búið. Staðan 1-0 fyrir KA. Við erum ennþá, það er uppbúið tími á Ásvöllum þar sem Þór er að tapa 3-2 fyrir Haukum. Það er hálfleikur í Grindavík 0-0. Það er hálfleikur á Selfossi 2-3. Og áður var lokið leik Fjarðabyggðar á leiknum sem fór 1-1. Við ætlum að taka okkur kaffipásu. Við ætlum að sjá markið aftur að sjálfsögðu. Og það kemur hér, þetta var náttúrulega rangstöðu markið hjá leiknismönnum. Og hér er það Elvar sem að heldur styrk sínum í teiknum, stóð upp hann eftir einhverjar stimpingar. Sem kemur Alexander út djúpinu, gerir vel þarna. Já. Tekur 2 touch, 3 touch og heldur hann niðri. Þetta er bara vel gert, þetta er erfitt við þetta eiga þrátt fyrir þetta sé langt frá. En þarna nýttist rakkinn á vellinum. Já. Hann spýttist aðeins boltinn. Já. 1-0 fyrir KA í hálfleik, við viljum fá okkur kaffi. Sjáumst eftir það bil 15 mínútur. Áfram KA menn,
gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að... Herru, hvernig er staðan í leikjum? Já, komið í sælir aftur, áhorfendur góðir. Við erum mættir til leiks í síðari hálfleik á leik KA og Leiknis á Akureyrarvelli. Staðan 1-0 í hálfleik. Mark Alexander Trincic á
44. mínútu leiksins. Mikilvægt mark. Skilur liðin að. Mjög mikilvægt mark eins og Búi kemur hérna réttilega inn á. Sigurleif Sigursson heiti ég og með ykkur með mér og ykkur líka. Búi. Já. Búi vinur minn. Búi Svangal. Já. Önnur úrslit í deildinni, 2 leikjum er lokið. Leiknir og Fjarðabyggð í jafntefli austan. Haukar sigruðu Þór. Staðan er 0-0 í hálfleik á Grindavík Keflavík. Og staðan fyrir austur fyrir fjall, eða ekki? Suðurlandinu. Suðurlandsundirlendinu. Selfoss HK, það er 2-3 í markasúpu. Það verður gaman að sjá hvort að Leirismenn ætla að blást til sóknar núna og reyna að sækja stigið. Það gæti verið, þeir veitir ekki að stiginu í næsta sett deildarinnar. Þeir hafa engu að tapa núna. Engu að tapa núna. En það er engar skiptingar sýnist mér í hálfleiknum, óbreytt lið hjá báðum liðum. Nú fáum við Garðar skólausa. Hérna á hægri kantinn til okkar. Hann selur með tvöfaldan núna. Hann er með tvöfaldan núna. Já, hann er jafnveg þrefaldan rembin út. En óbreytt lið káamanna einnig. Aron Dagur í markinu, Baldvin og Hrannar í bakvörðum. Guðmann og Daví í miðvörðum, Alexander Almar á miðjunni. Fremstu menn eru Ásgeir, Hallgrímur, Júrai og Elvar. Og þetta var svo kallar Bjartsýnis bolti. Og hann er aftur fyrir endamörk og markspyrna frá marki leiknismann eftir 11-17 leik. Það er spurning hvort að fá nýja Bjartsýnisvellunin fyrir þetta. Það gerir tilkall til þess að hana. Já. Þannig að það er Rodríguez með eina markspyrnuleiknum. K.A.-menn voru gríðarlega miklu sterkari í fyrri hálfleik. Leiknismenn reyndar skoruðu fyrsta mark leiksins eftir en dæmd var rangstæða. Hér er Alexander að vinna vinnuna sína. Skalla boltan á Hallgríms sem finnur Geira. Geiri er verið stuð þarna gegn Rocca Mora. En vinnur innkast og þá kemur vantarlega Hrannar upp vanginn. Við getum trúað því áhörðinu góður að leikkunin 17 hálfleik færi fram á þessu vatarlega mikið. Líkt og hinn fyrri hálfleikurinn fór fram á. Já. Vatarlega mikið leiknum seinnig. Þannig að það er Hrannar klári í að kasta boltanum inn. Svo vorum við einu með lagið. Hér kemur það. Þetta er fastur bolti og þetta er flikkað inn í Elvar! Náðu ekki að koma alveg nógu fyrsta skot á marki, þetta var hörku færi. Þetta var óvæntur samt bolti, þeir byggust við að naða skallan í burtu. En þeir byggust ekki að fá boltan hana. Já, við fáum að sjálfsögðu endursýningu hjá Ágústi. Það er Hallgrímur sem að... Nei, Hrannar sem kasta þessum inn í. Og þetta er alveg gull í tækifæri, Elli er eins og sem Búi sagði að reiknaði ekki með því að fá hann hana. Og niðurstaðan var auðvelt skot fyrir Rodríguez. En það er búið að dæma hér aukaspyrnu á miðjum velli á brot hjá Alexander í skallaboltanum. Þannig að það er enn eitt skallabolti sem hann vinnur. Eða fara aukaspyrnu. Þá var það Baldvin á Almar. Almar fær svona pressa á sig, finnur Guðmann hinum eða hvað. Nei, Alexander. Og Alexander með skiptinguna rennur enda til en skiptingin er fullkomin. Beint á Júra Grisel. Grisel gegn Sólmundi. Missir ná langt frá sér. Svektur við sjálf á sér þarna. En skiptingin hjá Alexander til fyrirmyndar. Klárlega. Það er gaman að sjá hvað hann er bara, hann er góður sendingamæður. Hér kemur markspyrnan. Alexander í baráttunni og það er ítt í bakkjónum út af með Doddi ekkert. Baldvin sendur hann ekki eftir Aron heldur kemur hann bara fram sjálfur. Þá var Hallgrímur sem stígur út, Elvar fær inn í lappir. Elvar glæsilega gert hjá Elvari og þá var að Júra á sprettinum. Sólmundu til varnar. Júra er að stíga hann út, vinnur sér smá tíma, hefur tíma á hann og kemur sendingi fyrir og þetta er á fjær. En leiknum fyrir skalla frá, Alvar með tíma, kemur út til hægri á Hrannar og Hrannar með bara ágætis tilraun bara. Skotið eða sending, þetta var líklegt. Hvoru tekja vel gert. Vel gert í Almari, margir hefur tekið skotið henni fyrsta. Já, klárlega sko. Klókur þarna. Já. Og þá er það markspyrnan frá Rodríguez. Spurning hvort teljum markspyrnur sinni, það eru konar 4 sinni. Og Alexander vinnur þennan. Júra og Almar. Almar með boltan upp á Gríms, spurningu Gríms í náisum bolta. Það gerir hann heldur betur. Vel gert. Já. Og fær svo Garðar væntanlega spjald fyrir þetta. Þetta lítur að spjald, já. Garðar skólausi. Hann það plattaði Gríms. Stundum kallaði Reymar. Hann það plattaði eins og að Gríms hann upp á skónum. Eða í skóna. Upp og í skóna. Upp og í skóna.
Það er spurning hvort að því áhorfendur hafi ekki gaman að þessu ég veit að það er einn heim í stofu Egill Angantvínsson sem brosir af örugglega inn í okkur. Hér kemur sendingin fyrir, hún er góð til Geiri, guð minn góður, þetta var dauðafæri. KV var allir konur inn fyrir línuna og engin leiknismaður fylgdi. Fáum þetta væntanlega endursýnt, já. Hér kemur aukaspyrnan frá Júræ, nei Grímsa fyrirgefið. Sjáu, KV-menn eru 3 næstu menn í hann. Góð spyrna fyrir... Já, og meiri segði Geir látið að fara, þá hefði Davíð verið mættur. Kannski það verið betra, hver veit? Hver veit, ekki við allavega. Hér er Rodríguez með markspyrnuna og það er bolti sem að leiknismenn vinna. En Alexander tekur næsta, ekki dæmt á þetta. Guðmann, pressa á Guðmanni. Guðmann losar hann á Davíð, vel gert hjá Guðmanni. Sýnur úr hvernig gerður. Hrannar. Grímsi stígur hann út, vel gert hjá Grímsa. Nú komum við snöggt á þá. Grímsi, aðeins svo mikið. Og brýtur síðan, nei, vel gert. Vinnsla hann í Grímsa, Dagur bjóst ekki við honum á fullu krafti í baki á sér. Og það er þessi pollur, þessi klassíski þrennpollur. Og það er Elvar með tíma í fyrirgjöfinni. Hún kemur á fjær, en Garðar er þar. Og Baldvin á undan hérna á Grímsa. Nú er Grímsi með tíma, nú er þessi Grímsa komið í skot bara. Góð tækling og þetta er aukaspyrna. Leiknismenn mótmæla en... Sólmundur svektur. Já, hann alltaf tók boltan. Já, ég er ekki frá því að þetta hefði verið villur dómur. Já, hann tók boltan, engin spurning. Ég heyrði reynda alltaf líka í snertingunni, kontaktinum. Já. En þetta er á ákvæmsvöldum stað. Já. Spurning hver tekur það, þeir standa 4. Almar stendur. Alexander stendur. Júræ. Þeir eru að ræða málinn hvor. Þeir eru að skæri bara steinn, ég veit það ekki. Ef ég þekki Túfa vinnum mér rétt, það veit Túfa nákvæmlega hver tekur þetta og löngum er ákveða. Ég spá í markið ef við hittum á ramman. Engin spurning. Alexander vil væntanlega taka ristaskotið sitt aftur. Þetta verður væntanlega Júra sem spyrnir þessu. Nei, Grímsi og þetta er yfir. Maður vil sjá þetta markið. Já. Þannig að það er markspyrna. Og hún kemur hér. Arkas. Sendinguna fram. Alexander í baráttunum við 2. Lætur boltan fara. Baldvin. Og það er Baldvin að vinna hennar vel gert hjá Baldvin. Dæmdur háskaleikur hendi. Það segir Doddi. Baldvin mótmælir ekki eins og heldur. Skokka bara sínu reynslu skokki eftir í vörðun og brosir aðeins. Báðir vinna þeir á tryggingafyrirtæki. Baldvin á Sjóalmennar og Doddi á Vís. Þannig að það getur verið rígur hérna á milli. Já, það er einhver lykt af þessu. Einhver lykt. Einhver tryggingalykt af þessu. Eða svo kvöldu tryggingasvik. Við vonum ekki. En Júra er komin hérna ansi nálægt. Fyrirgjöfin, hún er góð. Hotn. Trenas og Elvar í baráttunni hérna og einhver vildi meina að það verið... Túfa ætlar ekki taka neina séns með þetta. Hann fleygir öllum aftur. Já, enda leiknismenn sennilega tekið allar síðustu æfingu fyrir leik í first leikatriði eingöngu. Og það er leikmaður... Já, allavega ekki að halda bolta. Það er Rokka Mora sem var mættir á vettvang til að taka hotspyrnuna. Og leiknismenn setja alla leikmennum á 2 inn í. Og hér kemur spyrnan, Elvar skallar aftur við hotn. Hefst þá hotna brjálæðin aftur. Trenas er ekki ánæður, vildi fá eitthvað fyrir sín nú þarna en það hefði verið mjög strangur dómur. Baldvin að dekka Arkas, hér kemur Rokka Mora með sendinguna og hún er út af fjær, það er Guðmann í baráttunni, Suárez skallar hann inn, Elvar og Kristoffer en vel gert hjá Júræ sem er duglegur og Júræ aftur mjög duglegur. Betri varnarmaður en margir halda og tilbaka á Hrannar sem losar hann fram völlin og þetta er beint á Geira, frábær sending á Hrannari, Geir er ekki alveg að taka við honum. Þannig að Garðar sendir hann allalega aftur á Rodríguez sem þarf að taka hann í fyrsta því að Geiri hættir ekki að hlaupa. Og Hrannar vinnur skallabolta. Og Arkas sendir þennan fram og Hrannar í staðinn upp aftur eftir að vinna skallaboltan að hann og Guðmann fær væntanlega press á sig, fær að heyra það frá strákunum. Út á Baldvin, nú þarf KV-menn að hreyfa boltan hratt. Koma þeim óvart. Þetta er slökk sending hjá Baldvin á Suárez sem leysir þetta vel. En þeir pressa hann 2 og vinna boltan en hann fer niður og fær aukaspyrnu. Suárez klókur. Hann er klókur. Það er nú ekkert alltaf sem að
erlendu leikmenn taka fyrirlega bandið. En hann er greinilega Hann er greinilega mikill leiðtogi. mikill leiðtogi. Þá er það Rockamora Geiri vinnur á hann boltan en Rockamora vinnur hann tilbaka. Og þá er það Almar sem vinnur hann á Rockamora eða Rockamora reynir að senda í gegnum Almar sem tókst ekki. Aðal fyrirliði Leiknis, hann meiddist illa fyrir 3 leikjum síðan. Já. Spilar líklega ekkert með sem eftir móts. Mjög slæmt fyrir Leiknismenn en hann er í liðsstjórnin í dag. Já. Það var að Sólmundur með bolta á Garðar gegn Baldvin tekur vel á mót honum. Og reynir að finna þarna Pjanic. Hrannar í smá vandræðum og þá er það skotfóturum undaður. En Aron hárrétt staðsettur. Vel gert hjá Aroni, öruggur í sínum aðgerðum. Já, við skráum þetta sem skot. Já, engin spurning, þetta var hann Hilmar. Eitt varið. Eitt skot, eitt varið, 100% nýting, 100% markværsla. 100% maður. 100% maður. Já. Þetta var Hilmar Bjartþórsson sem átti þetta skot. Davíð og Alexander. Pínu ró yfir káamönnum núna, yfir leikkáamönnum núna. Leiknismenn greinilega aðeins sókn djarfarinn í fyrri hálfleik. Dotti ætlaði að flauta þarna, en gerir það ekki. Og Alexander með á fasta sendingu. Hann vilist alltaf halda þessari línu, menn með að fara svolítið í bakið á mönnum. Jájú. Ef hann er samkvæmur sjálfur sig getur maður ekki beðið mikið meira. Kemur Rodríguez með markspyrnuna. Þeir eru fannir að setja 2 til höfuðs Alexanders. Og þá er það hár bolti. Þetta gerir Garðar vel, skallar hann inn. Baldvin í kapphlaupið þarna og Dagur eldir. Baldvin kemur honum út af og innkast sem að Leiknismenn eiga. Og þeir setja stóru menn inn, þeir fara báðir miðverðin í framlúna, Arkas og Trenas. Það er Hilmar sem að býst til að kasta inn. Og hér kemur það. Og þetta er á hausinn á Guðmanni sem vinnur boltan og Júra núna með 2 tíma. Finnur Elvar í lappir og Almar í hlaupi, frábærlega gert hjá Elvari. Nú verður Almar að vera snöggur. Rockamora losar hann út af innkast. Og nú verður náttúrulega boltandi báðir fættir út af hérna megin. Þannig að við þurfum að gefa okkur tími í þetta innkast. Hér er það Baldvin á Davíð Rúnar. Og Davíð á Guðmann. Hér kemur skiptingi frá Guðmanni. Sólmundur upp í loft, vinnur þennan og Garðar tekur hann niður. Elvar pressar, ekki brjóta Elvar. Æ, brýtur ekki, Garðar fyrir niður. Já, allavega hérna. Það var Dagur. Klassíski hagnaður hérna. Já, Dagur út á Kristófer, nú sækja Leiknismenn hratt. Káamenn svolítið framalega á vellinum, en þetta er Kristófer með skott sem að Aron Dagur grípur vel. Já, það er það komið 2 skot, 2 í varinn. Já. En Leiknismenn hafa verið miklu sprækari fram á við fyrir byrjun seinni heldur en alla fyrir hálfleikinn. Mér sýnist að vera aðeins opnara heldur en þeir mæta allan að ofar aðeins núna. Já, þetta er að pressa þá. Aron kemur niður á Davíð. Það er bara spurning hvort við verðum ekki að láta boltan fljóta aðeins hraðar og meira. Já. Meðan þetta er svona opið. Akkurat. Alexander með hann alveg niðri. Biður hjálp á Davíð, aftur á Aron. Aron á Guðmann. Það er enga krúsitúlur hjá Aroni. Vantar aðeins hreyfingu okkar menn núna. Já. Aðeins á hælunum. Svolítið stannir. Já, Guðmann með rennisendingu. Ásgeir í hlaupið þarna. Almar finnur hins vegar Hrannar út í hægra megin. Hrannar í fyrirgjafa stöðu eða hvað. Fyrir að vera vinstri fótinn og fyrirgjöf með vinstri er góð! Þetta er hornspyrna. Ágætis fyrirgjöf með vinstri. Hættuleg. 14. hornspyrnan í leiknum. Já. Og hann að það Júra Grisel að taka. Óbreytt staða í Grindavík eftir 60 mínútna leik þar. Já. Og óbreytt staða Selfossi einnig. 0-0 jafntefli á í Grindavík og er nú svo sem ekkert slæm úrslit fyrir okkur káminn. Það er bara góð úrslit. Það er bara góð úrslit. Hér er það Júra með hornspyrnuna. Og hún er út í tegin. Það er Elvar! Þetta er glæsilegt mark. Loksins bar 14. hornspyrnan árangur. Og Elvar Árni með trademark mark. Hann er sterkur í loftinu og hann skallaði þetta. Þetta var ekki fastur skalli en Rodríguez réð ekkert við hann. Og 2-0 fyrir káamenn. Mér sýndist líka að vera breytingar á hornarútínunni. Fara við hálfleik. Þú hefur greinilega gert einhverja breytingar. Það er bara að hafa nauðsyn. Já. Við fáum þetta endursýnt hérna. Komaður inn í
allir stóru strákarnir, Almar og Grímsi fyrir utan. Það losnar Elvar hérna, flott hreyfing hjá honum og er bara sterkari en Suárez sýndist mér. Elvar Árni Arnsteinsson með sitt 7. mark í sumar. 7 mörk komið frá Húsvíkingnum Knáa. Og þá er það skipting, það var Garðar sem fer að velli. Og Valdimar Ingi Jónsson. Valdimar Ingi Jónsson, ungur strákur að mér sýnist. Já, hann er náskyldur Ívari Ingimarsinni. Já, þetta er legend. Já. Hvað er hann gaman þessi strákur búið, veistu það? Þessi strákur er líklega 17 ára í dag, já. Já, fættur 1999 eins og Aron okkar. Já. Hann heitir Valdimar Ingi Jónsson. Og það var að Baldvin með innkast hérna sem KM fengu. Þetta er, ef að Viðar hefur, þetta er væntanlega högg fyrir leiknismenn að fá þetta mark á sig svona snemma. En náttúrulega hafa verið aðeins opnari hérna í byrjun seinni hálfleiks og kannski á þess að skapa sér en hefur gett samt tilkall til þess að sækja. Nú vil maður hreinlega bara sjá flóðgótti bresta, búi. Já. Ég er að hranna með innkastið á Ásgeir. Ásgeir flikkar honum að Elvar sem kemur nú aftur á Geira eða hvað. Nei, en Elvar duglegur hérna og Geiri líka. Geiri vinnur boltann en Dotti dæmir. KM ósátti við þennan dóm en það sloppnir í gegn. Við tökum eftir því núna að þeir hafa fært varnarlínuna svolítið ofar. Já. Leiknismenn, þannig að þeir ætla greinilega að blása til sóknar. Engin spurning. Vinna boltan ofar á vellinum. Þeir eru náttúrulega bara að berjast fyrir lífi sínu. Þeir eru bara að skrumta hann í neðsta sæti. En hér kemur spyrnan frá Rodríguez og Alexander fær aukaspyrnu. Bakhreynding dæmd á Dag. Og Almar út til vinstri á Júræ. Almar kemur sinni hlaupi, Júra með smá tíma, finnur Hallgrím á miðun og Hallgrímur sendir Almar í gegn, frábær sending hjá Grímsa. En tæklingin hjá honum, Bjartþórsinni, Hilmari Bjartþórsinni góð og vinnur með þessi stegi innkast. Kemur innkasti frá Sólmundi á Andó. Og Júræ gerir vel, tekur einn á gegn Sólmundi núna og finnur Hallgríminn fyrir. En vel lesið hjá Trenas og Grímsi í baráttunni við hann. Trenas leiðist ekkert að fara í touchið hana greinilega. Já. En sett hann beint út af í innkast. Pressa KM að skila sér. Það var að Baldvin Ólafsson kemur á vettvang og býst við að kasta þessu inn. Á Júræ. Valdimar kemur í pressuna niður. Og Baldvin með fyrirgjöfina á nærsvæðið en það er Suárez sem skalla frá. Atsó gerir sér líklegan til að skjóta bara aftur. Nei, finnur Hrannar hægra megin. Það er svo först sending hana. Ónákvæð sending frá Alexander sem bara sennilega svo fyrst í leiknum. Já, alltaf en hann er fljótur að hugsa og þeir eru að taka góða skiptingar hérna á milli kanta. Já, hér er það Pejic í baráttunni við Guðmann. Guðmann hefur betur og Alexander með tíma á miðinni. Og vantar bara mann hérna á vinstri. Já. Skipting yfir á hægri til Grímsa og það er Grímsi með bláan bolta inn í teig, skemmtilega útfært en rangstæða dæmd á Ásgeir, sýnist mér. Þannig að Rodríguez spyrnir frá marki eða markteig, vítateig. Kemur sendingin fram og þetta er Pejic sem reynir að taka hann á kassan en Alexander hreinlega sterkari. Og Alexander á Hallgrím sem fær í sig mann, Trenas gerir vel, Grímsi gerir líka vel en Suárez mættur til bjargar og Hallgrím fær aukaspyrnuna. Þetta er svona kannski fyrsta aukaspyrnan sem Dotti dæmir í þessu leik á svona. Já, í bak, sem menn er að fara í baki, kannski ekki í bakhrindinga heldur. Já, svona stíga með henn út svona. Já. Og Alexander, nú eru dottnir leiknismenn með alla tilbaka, þannig að KM taka sér tími að byggja upp sókn. Baldvin. Og Almar á miðinni með tíma. Já, getur snúið og leikið sér með hann. Finnur Guðmann tilbaka. Við erum svolítið stamir án bolta núna. Já. Og hér er Alexander. Setur hann á Hallgrím og Hrannar kemur í utan á hlaupið. Hrannar á undan í boltan, vel gert Hrannar og fyrirgjöfin á nær og þetta er Geiri! Frábærlega varið hjá Rodríguez sýndist mér. Og Valdimar, nú er Baldvin komin aðeins út úr stöðu, þannig að kemur langur bolti fram en þannig er enginn eins og er. Kristófer nær þessum ekki þráttur að vera öskufljótur. Kannski hvort við eigum þetta endursýnt með henni skiptingin. Þetta færið, hvort það hafi verið markvarsla eða hvað. Fyrirgjöfin frá Hrannari var
mjög góð. Sjáum þetta hér. KM vinna vel úr þessu, Hallgrímur og Hrannar kemur þetta strax í utanlandsleipið og hefur tíma til að senda hann, fyrirgjöfin góð. Er þetta kannski bara varnarmann sem bjargar? Nei, þetta var markmaðurinn. Já. Já, vel gert, skemmtilega útfært sókn á KM-unum. En það er leikmaður númer 22 sem fer að velli, Dagur Már Óskarsson, og inn á kemur leikmaður númer 3, Almar Daði Jónsson. Hávaxinn strákur, kemur í fremstu víglínu sýnist mér, og mér sýnist ef við þá vera að færa hann. Nei, það var tvöfaldskipting eða? Mér sýnist leikmaður númer 9 vera komin inn á líka. Gaona. Það ætla að klára. Já, en hann er strax komin í boltan Gaona. Þetta er greinilega, Almar Daði, þetta eru greinilega sóknarskiptingar. Já. Almar Daði var markaðasti leikmaður Hér er Valdimar. annarra deildarinnar fyrir held ég 3 eða 4 árum síðan. Já, Mikill markahrókur. markheppinn. Já. Og Alexander yfirvegaður og leitar að Ásgeir í hlaupið og Ásgeir er eiginlega svona sloppinn langt út á kantinum og kemur hérna tækling en við fáum ekki drokkast nú þarna og þeir losa hann út af. Þetta hefur verið tvöfaldskipting. Hann hefur farið út af líka hann Pejic, Anton Pejic og Dagur Már hafa vikið að velli og hérna inn ára kon líka hávaxnilegum, báðir mjög hávaxnir, bæði hann Almar og Gaona. Við séum að Alexander á Hallgrímur í skotstöðu með vinstri, lætur vara! Fannst að vera inni í þessu okkur sjónarhóðni. Ég sé strax taktíska breytingar hérna þaðan, þeir eru farin að spila með einn í hólinu núna. Kristóf er farin að færa sig á. Færa sig í hóluna og Valdimar hérna komin á kantinn. Og Gaona fyrir á vinstri kantinn. Sjáum við bara strax núna. Útspark og þeir eru með marga frammi. Og það var Almar í skallabaráttunni. Þannig var leiknismenn aðeins betur en Hrannar aftur og kemur Pússi bakki. Dotti heldur sig við línuna sinni og dæmir ekkert. Nú er Hrannar út úr stöðu. Og það var Guðmann þegar að fara að sækja út á Gaona. Gaona gegn Guðmanni, hann tekur Guðmann á, glæsilega gert hjá honum. Sendi ekki fyrir en Aron er allt í öllu þenni í tegnum. Hann á teginn, vel gert hjá stráknum. Tekur góða gabbreiðingu þarna. Já, og finnur Hrannar sem var seinna skildi sér baka. Og Hrannar upp í hornið á Elvar Odda, frábær bolti á Hrannari, fullkominn bolti. Og Elvar lúðrast því í gegn eða hvað. Já. Flaggi kemur. Og þá hittar allt svakalega í kólunum. Hann var nú á Rockamora er að fá rautt spjald. Dotti fyrir Rasvasan. Það er rautt á Rockamora, gjör svo vel fyrir þessa hrindingu. Dotti rauninni sýndi þetta í fyrri hálfleik með að spjalda Guðmann og Elvar fær guld líka. Fyrir hvað? Jú. En þetta er kallað að missa hausinn eins og Egill Daði Angatinsson segir oft. Já, það er máfur lentur á vellinum. Ekki, við fáum endursýningu á þessu. Já. Flott sending hérna. Frábær sending og tæklingin hérna og línuvörðurinn flaggar brotið og síðan ítir hann það í Elvar. Ég veit ekki fyrir hvað Elvar fær guldspjald. Búi. Hann hlýtur að hafa sagt eitthvað. Já. Það er ennþá fundarhöld þarna inn á. Eitthvað sem Þóroddur hefur mislíkað. Já. En fundarhöldin eru ennþá í gangi. Gaona stillir boltanum upp frá KM. Þetta var kjánalegt hjá Rockamora. Þetta kallast að kasta leikur frá sig sko. Já. HK Konir 4-2 gegn Selfossi og ennþá 0 suðu með sjó. Já, 20 mínútur eftir þessum leikjum, við sjáum stöðuna hérna bara skjánum hjá okkur. Þetta lítur ágætt út fyrir okkur KM-menn. Það er þvílíkur markaleikur á Suðurlandsundinlitinu. Já, 6 mörk komin, nei 7, 4-3. Já. Selfossingar þetta ekki gefast upp, en Káur er einu fleiri hérna núna. Aukaspyrnan kemur frá Grímsa, þetta er skemmtilega útvært en leiknismenn lesa þetta og komur hratt í leik og nú er það Valdimar þessi ungi strákur sem að geysist upp. Hægri kant djöfull snöggur, hann á Baldvin les þetta vel, gríðarlega vel gert hjá Baldvin, reynslu mikill bakvörður hann Baldvin Ólafsson. Hann gerir þetta eins og bara að spila bassa sko. Eins og hann veini með lagi. Það er spurning hver dettur niður í bakvörðin fyrir leiknismenn, allan að Kristófer komið niður á völlin strax, hann var alltaf komin hann upp í
Grindvíkingar konur yfir gegn Keflavík, suður með sjó. Þeir virðast alltaf halda út sinni sigurgöngu og góða gengi. Þá það Uguræ á miðun á Hallgrím. Hallgrímur út á Hrannar sem í pollinum, fræga. Læsir út af. KM leika einmitt gegn Keflavík í næsta leik í Keflavík á þriðjudaginn. Sá leikur verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport ef allt gengur eftir. Ef ekki erum við KA-TV menn klárir eins og alltaf. En hér kemur Hilmar með innkasti minnst. Hilmar verður að koma í bakvörðin jafnvel. Jú, Hilmar í... Já, Hallgrímur Radona sækir hérna og fær aukaspyrnu. Hilmar reif hann niður. Og þeir eru hálf hissa leiknismenn á þessu aukaspyrnu en Hilmar var hreinlega bara að stoppa Hallgrím. Engin ílska í þessu broti. Nei. En það Hilmar ekki þekktu fyrir það? Nei, þetta engur góður sennilega. Já. Þeir ætla að setja 2 í vegg. Og það spurning hvort að við fáum ekki ristarskot frá Alexander Trínsits. Bara bein rist eins og við æfum alla guttan okkar í. Já. Bara stíf og bein rist, tekur langt tillöp. Júra stendur á það reynda líka en þeir eru konið 3 í vegginn. Ég held að komi. Já, eins og ég segi, ég hef góða tilfinningu fyrir þessu. Já, Alexander er búinn að vera góður í þessu leik. Sjálfstöðstíð í botni, blúsandi í botni. Gríðarleg vinstri í honum. Já. Jú, Alexander hleypur á boltanum. Já! Guðmir! Þetta mark! Ertu ekki að grínast í mér? Jesús minn! Sjá, ef ég ekki séð aðra eins dundru! Ég segi bara when it rains it pours! Það bara svoleiðis! Við sjáum þetta endursýnt. Tillöpið var af dýrarigerðinni. Og beint ristaskot. 8 skref búi. Þetta var bara gamla góða beina ristin. Já. Sjáu þetta sláinn stöngir inn sko. Það svona nánast. Þvílíkt mark. Við verðum að sjá þetta. It's so nice, you have to see it twice. Eins og þau segja. Sjáum þetta hægt hérna. 3-0. Þeir eru með 3 í vegg. Markmaður stendur í miðjumarkinu. Og skotið fullkomið. Hann hittir boltan fullkomið. Boltin allan tíman uppleið. Þetta kenna þér á æfingasvæðinu. Já. En boltin komin í leik aftur og það eru leiknismenn sem innkasta. Það vantar ekki kámana. Valdimar fær hann og hann finnur Gána og Suárez. Ásgeir pressar og vinnum boltan hana. Almar fær brotið. Fær brotið. Við sjáum að Valdimar komin í hægri bakvörðinn og Sólmundur komin í vinstri. Já, taktísk skipting hérna vegna rauða spjaldsins. Ég spáði að við eigum eftir að skora fleiri mörk. Já, það væri gaman. En þetta mark ennþá með gæsahúð. Því líkt og hannað eins. KM halda boltanum hérna á eigin vallarhálfi mikið við miðjuna. Alexander með skiptinguna yfir á Geira, ekki alveg nógu nákvæm en Hrannar klár í hlaupið þarna. Fær boltan á pollasvæðinu. Og Ásgeir inn á Hrannar. Hrannar fljótu vel, gerir þetta vel. Reynir að lauma honum aftur á Geira en mættur sjálfur í pressun aftur. En leiknismenn, Hrannar með henni í tegnum! Og þetta Rodríguez vel. Hrannar dauðlangað til að skora. Hann lunginn sóknarmaður þrátt fyrir að spila sig bakvörður. En það var Valdimar sem gerir bara mjög vel og nú það Davíð sem er að sækja Gána alla leið út. Kemur í tæklinguna, frábær tækling af Davíð og innkastið eiga leiknismenn. Og þá það fyrsta skipting KM-mann og hún tvöföld. Inn á að koma Ólafur Aron Pétursson og Bjarki Þór Viðarsson. Og mér sýnist Guðmann Þórisson vera að fara að velli. Þá dettur væntanlega Alexander Trínsits í miðvörðinn og Ólafur Aron inn á miðuna. Það mjög rökrétt á Alexander tekur sér stöðu í miðverðinum. Og svo það Bjarki Þór Viðarsson sem að koma inn á og það geti þá verið Grímsi eða Júra fara út af. Það allan vill lengi fara út af, það Nei, það vill lengi fara út af í stöðunni 3-0. Guðmann náttúrulega á svona lítilvæg meiðsli að stríða jafnvel en hann þarf að vera klár á þriðjudaginn í Keflavík. Það Ásgeir. Það einmitt það sama með hann búinn að eiga meiðsli að stríða og kannski óþarf að vera akkurat og taka sénsa.
En þetta eru fyrstu mínútur Bjarka í sumar ef að mér reiknast rétt til. Og það verður gaman að sjá hann hvort hann komi beint á kantinn eða hvort hann færi svo ofar og Bjarki í bakvörðinn. Bjarki getur leyst bæði kantinn og bakvörðinn. Já, já. En hann ungur strákur í öðrum flokki ennþá. Og þessar skiptingar koma hérna á 70. annarri og 3. mínútu. En það innkast leiknismanna, Hilmar vinur okkar kastar inn. Og það langt innkast, má peysutók hérna inn í teignum. En hvað gerir Trenas, hann með hann. Trenas gegn Baldvin og á Aron sem heldur þessum, vel gert hjá Aroni. Aron tekur sér tíma. Já. Róleikinn aðeins. Setur hann svo bara stutt á Davíð. En nú eru leiknismenn fattir að pressa aðeins en Þeir virðast alltaf stíga herra upp og taka séns. Já, Aron og Almar og Hrannar. Bjarki hérna komin á hægri kantinn. Og kemur sendingin inn á Hallgrím. Og Suárez gerir vel, lesa þetta vel. Og Júrai reynir að koma honum inn en þar Arkas. Og þetta slögg sending út á vörðinu í Arkas, þannig að Hallgrím verður heldur boltanum. Júrai með hann einn úti gegn Viðari. Og Júrai aftur á Hallgrím, vel gert hjá strákonum hana. Og Hallgrím með sendingu yfir á bróður sín á fjær. Og Hrannar í fyrsta á Almar. Þetta Káa með duglegur að hreyfa bolta núna. Og Almar út á Hrannar. Ólafur Aron með þeim úti til að fá hann. Ólafur með mikið góðan skotfót. Ekki að fallega kálfa pappi sinni samt. Hér Hrannar. Og þetta beint í hendurnar á Rodríguez. Þetta svo sem fyrsta fyrirgjöf Hrannar sem beint í hendurnar á markmannunum. Sem verður að telja skotti, hann búinn að eiga nokkur í leiknum. En hér að gána fyrir leiknismenn. Þeir sækja, ekki kannski hratt, en þeir sækja samt. Baldvin þarf að sækja langt upp þarna. Vel gert hjá Hallgrími sem lesa þetta. Nú Elvar í hlaupinu og Hallgrími líka. Og Júra stingur á Grímsa og góð tækling að það hjá Arkas. Arek fyrirgjöf, næra haldi sinna og Júra pressar og markspyrna. Ég sannlega búinn að kalla hann allt of oft Arkas. Hann heitir náttúrulega, kallaður Arek, byrst velvinningur þessu. Þetta norðlenski hreimurinn. Já, norðlenski hreimurinn. Hann er að stríða mér. Og Rodríguez með markspyrnuna. Og hún hérna með, nú Alexander náttúrulega komin í bakvörðinn, nei í miðvörðinn. Jó, henda á Baldvin. Baldvin er ekki ánægður með tryggingafélagi sín hana. Nei, hann er ekki ánægður með tryggingasölumanninn. Nei, spurði hvort þið ræði þetta á tryggingasölufundi í fyrramáli þegar áttur að svíkura fyrirtækinu. En leiknismenn eiga aukaspyrnu. Leiknismenn búnir með sínar skiptingar, Káa á eina eftir. Enda eru þeir ennþá að hitta upp varamenn Káa. Hilmar með boltan, hann sendir hann yfir á fjær. Það Alexander í loftinu og Bjarki líka. Og nú fer Bjarki út í Kristófer. Kristófer í miklu kapphlaupum að halda sig inn á, en er því ekki og leiknismenn eiga innkast. Þá það Hilmar, við sjáum að þeir greinilega ætla ennþá að beita þessum fyrstu leikatriðum. Hilmar kallaður að vettvang alveg hérna frá hinum meginn frá vellinum til að taka þetta innkast. Þeir halda í vonina. Já, þeir halda í vonina og þetta náttúrulega hefur aukist gríðarlega mikið búið eftir velgengni íslenska landsliðsins og þeirra strategi innkastin. Alveg klárlega. Menn sjá að þetta vopn. Já, þetta klárlega vopn. Og hér að innkastið að skalla frá Bjarki með hann upp völlin. Elvar í baráttunni við Valdimar, ungastrákinn. Og vantar einhverja Káamenn fram á við með Elvari. Elvar í erfiðri stöðu þarna. Elvar náttúrulega gúlu spjaldi líka. Það er Kristófer og Elvar. Kristófer gerir vel fyrir Suárez. Og Kristófer fær hann aftur á miðjunni. Tilbaka á. Og það var gána upp á Valdimar sem stígur baldin út og Valdimar fyrir markið og þetta Aron missir aðeins á honum. En Hrannar mætti til að bjarga þessu. Og Almar með tíma, Júrai. Nú verður 3 Káa með 4 leiknismönnum. Þeir ætla að koma hratt. Almar fylgir fram. Almar líka og Bjarki fylgja með. Og Gríms inn á Júrai, þetta er vel spilað á Káamönnum. Júrai tekur einn touch, setur hann skilur eftir fyrir Gríms. Þetta er skemmtilega gert úr Grímsi, skotfæri! Yfir. Þessi sveif. Við sáum núna, nú eru skiptingarna búnar og Kristófer Páll liggur á vellinum. Við ætlum að sína markið á Alexander aftur, það var sérstök beiðni frá fótbolti.net að sína þetta mark aftur. Og hér kemur það, þessi spyrna er náttúrulega bara rugl. Þetta er bara ótrúlegt, þetta er á 30 metra færi. Þetta er mark ársins í heiminum. Þetta verður tilhæmt til Puskasverðunum, verður þetta. En Kristófer Páll vonandi, þetta sé ekki bara þreytumerki. Hann hefur átti vandaða stríða í afturöru lærinu. Ok, það er ekki gott.
Hann virðist vera að koma út til að fá aðhlynningu en inn á að koma hjá KA-mönnum ákveðin einstaklingur. Það Pettelius okkar. Okkar eini sanni, Já. Pétur Heiðar Kristjánsson. Já. Hann að koma inn á gullfóturinn svo kallaði. Já. Það spurning hvort hann taki Ella, já. Ell að skokka út af. Ætli það setji þá ekki Grímsa eða Júra í fremsta og Petti í hóluna. Það er allir möguleikar í boði, ég vil Petti bara fremstur, ég veit það ekki. Petti svona allt múlíkt mann, getur spilað. Já, hann gríðarlega kreatífur leikmaður og reynslu mikill. Já, Elvar Árni skilaði mark í dag, vel gert hjá honum. Hann segir, Petti kemur inn og segir Almari að kofura fyrir sig fyrsta sem hann gerir. Já, og hér það Alexander, kemur út miðvörðum til að vinna skallan, hann leiðist ekki að skalla, hann annar skalli hjá honum. Ólafur Árni bara til Suárez og Petti strax komin í boltan. Almar upp á hann Hallgrím fær mann í bakkið en snýr á hann, statt upp Hallgrímur, já, gerir vel og mundar skottfótinn ennþá. Reynir að finna Petti út til hægra megin en sendingin eitthvað nú först. Þannig að nú sækja leiknismenn hratt, það Kristófer og hann gánaður hérna, nei, það bara skottilraun. Aron með allt á hreinu þarna, æfingabolti. Við skráum þetta sem skot. Já, Ólafur Aron kemur nú strax í leik á nafna sín Ólafur Aron og Pétur, Almar og Hrannar Björn. Og Pétur, með smá tíma, finnur Almar í lappir. KA-menn rólegur á boltanum núna. 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma hjá okkur á Akureyrarvelli. KA-menn einum leikmanni fleiri eftir að Rocamora, Jose Omar Ruiz Rocamora leiti reka sig að velli fyrir kjánalegt brot á, eða kjánalega hrindingu á Elvar Árni áðan. Hallgrímur með skiptinguna yfir á bróður sinn Hrannar, frábær skipting hjá Hallgrími. Þeir vinna vel saman bræðurnir og Hrannar, hann búinn að fyrirgefa með vinstri og það Petti í skallaboltanum og Hallgrímur með tíma í teignum. En þetta gerir Trenas mjög vel. Grímsi hefði jafnvel þetta koma nú á fyrsta þarna og Baldvin, vel gert hjá Baldvin, Gána fær aukaspyrnuna. Já. Bassaleikarinn Knái, hann braut þarna á Já, sér. braut þessi, hann var aðeins og seinni í boltan og gerði bara eina rétt í stöðunni. Stoppaði mögulega skyndisókn leiknismanna, en nú þarf Júra að vera duglegur tilbaka því að Valdimar kominn að sækja á Baldvin. Hann fljótur á fótunum. Já, og hann tekur á Baldvin. Nú þarf Baldvin og Ólafur Aron hann í kapphlaupi við hann. Valdimar gerir mjög vel, sendi ekki fyrir markið, þetta stoppar fyrir liðin okkar. Kapteinn Fantastic, en kemur ekki nógu langt frá. Gána með hann, út á Hilmar. Hilmar búinn að vera gríðarlega duglegur fyrir leiknismenn í dag eins og Kristófer. En Almar vinnur þennan bolta Kristófer. Og Almar svolítið einn. Finnur Hallgrím í lappir og koma 3 KA-menn í boxið. Bjarki, Almar og Júra Hallgrímur með vinstra megin. Kemur inn á vinstri leppina. En frábært tækling hjá Trenas. Trenas hefur heldur betur verið betri en enginn í vörðinu á leiknismönnum. Klárlega. Og innkast sem KA-menn eiga og Baldvin Ólafsson skokkar á vettvang til að taka það. Við hefði viljað sjá Daði fara þarna fram í þessu innkasti. Davíð tilbaka, fær hann hérna með nóga tíma. Almar, nú getur þessi Almar hlaðið skott. Það kemur hér, beint í rassinn á Suárez og Rodríguez heldur honum inn á. Enginn KA-maður í eltingaleik hérna. Vel gert hjá Rodríguez. Já. Og þá kemur hann kastið á Gána, nú eru KA-menn heldur betur kannski farnir að svindla svolítið á varnarvinnu, það eru svolítið opnið tilbaka. Og ég veit fyrir víst að þeir vilja halda markinu sínu hreinu í dag og sérstaklega þá fyrir bæði náttúrulega Aron sem er í sinni fyrsta leik og auðvitað Rækokallinn sem glímir við höfuðmeiðslin. Já, og Káa líka bara. Já, bara fyrir Ká og Túfa og Glömm og Afa. En Hilmar kemur á vettvang. Hilmar er glóðin þreyttur í faldisvöðunum eftir öll þessi köst. Það er óbreytt staða í Grindavík þar sem Grindvíkingar leiða nágrann sín í Keflavík 1-0. 3-4 ennþá á Suðurlands undirlendinu. Selfoss AK. Hér er ykkastið og Trínsits fær hann í hnéð. Baldvin heldur þessi ná. Já, og finnur Júra í lappir, þetta er fínt. Og Júra upp á Hallgrím og nú Hallgrímur missir aðeins á honum og Valdimar snöggur átt sig, kemur aftur á Rodríguez. Nú veit ég sjá KA-menn stilla sér bara upp í varnarstöður. Við kemur spyrnan fram, þetta er Baldvin sem skattar þetta fram á við en þetta er beint á Gána. Nei, Arek. Og Gána leikar sér þetta með henni upp til þrínu. Og Pétur rennur til á gullskónum. En það er Gána verður mjög frískur eftir að koma inn á fyrir leiknismenn. Og Trínsits fær hérna tæklingu frá honum og aukaspyrna. Já, Tringasölumaðurinn dæmir þetta réttilega.
Þetta var rétti dómur. Já. Ég held að Trinity hafi verið smeykur að fá spjald þarna sem að kom ekki. Hann er náttúrulega, sjáum þetta endur sín þarna. Hann er aðeins, já, tekur í rauninni eftir að boltinn er farinn. Þetta er hárrétti dómur hjá Dodda. Nú fáum við að sjá strákinn, unga strákinn í markinu stilla upp sínum vardavegg og gera sér kláran í aukaspyrnuna því að leiknismenn koma þessu væntanlega bara direkt á markið. Ágætis skotfæri. Þetta mark hjá Trinity áðan, Búi. Þetta var bara eitthvað annað. Þetta var bara eitthvað annað. Við sjáum að K.A. hefur átt 24 marktilraunir í leiknum á móti 7 hjá leiknismönnum. Ég hef aðeins í einn mann taka svona skot og það er eiginlega ángatíma. Stálmúsina? Já, stálmúsina. En 18 marktilraunir K.A. hafa fyrir að ramman, þannig að það hefur verið nóg að gera hjá Rodríguez. Hilmar Freyr Bjartónsson er góður skotmaður. 10 ára mann afsakið. Hilmar, mikill skotmaður, eins og hann er góður í innkostunum. Já. Og Aron til varnar og varnarveggurinn og þetta er á markið og Aron gerir allt sem þarf. En boltinn út í teginn og leiknismenn skjóta þessi yfir. Þetta var þeirra hættulegasta færi. Aron náði ekki að halda spyrnunum, spyrnan var góð og Aron gerði vel. Já, erfitt að taka mót. Og við byrjum afsökunar á þessu, áhorfendur góðir, smá klikki í forritun okkar sem hefur vonandi þó verið til friðs í dag fyrir ykkur sem heima sitjið. Það er aukaspyrna sem að Hilmar tekur allar aukaspyrnur á vellinum og öll innkost. Þvílíkur topp maður. Allt í öllu. Ef að leggja undir hann takk í víti líka eða? Já, hann gerir það klálega. Hér er boltinn langur fram og Hallgrímur er einn sem eldir. Setur smá press á Rodríguez sem þarf að koma honum strax í leik. Og það er rangstaða. Þarna kom Trenas úr djúpinu. Blóðheitur. Ennþá. Túfa kallar á sína menn að halda einbeitingu og láta boltan ganga. Það spilir pínu dotti úr sig á K.A.-mönnum svona upp á síkastið. Sjáum að Hallgrímur, hann er staðsettur frammi núna. Já, Petti í hólunni. Petti í hólunni og Bjarki á hægri og Júrai á sínum stað á vinstri. Já. Það er Alexander. Aftur á Aron. Aron með tíma á boltan. Aron með sendingutna út á Baldvin sem heldur sinna og vel gert hjá Baldvin. Aron heldur 100% sendingarhlutunum sína áfram. Hann hefur ekki þurft að taka eina langa spyrnu í leiknum. Almar í smá vandræðum. Kristófer pressaður en leysir það og Alexander og Almar. En þá heldur Aron 100% sendingur hlutallinu. Frábær. Og Almar gerir vel og finnur Petti í lappi. Petti með tíma. Finnur Hallgrím, sendingin slök. Og tæklingin góð þarna frá Arek. Og það er Valdimar sem skallar hann út. Og Hilmar setur hann í innkast. Spurning hvort við getum fengið Hilmar til að taka þetta innkast fyrir okkur. Það er spurning. En það er Baldvin sem kastar hann á. Bassi er góður innkastmaður. Já, Ólafur Aron Pétursson. Og Hallgrímur mundar skotfótinn. En ákveður settur út á bróður sinn. Sem er með tíma hérna á hægri vængnum. Og fyrirgjöfinni hér, hún er góð. En þetta skallar Trenas í burtu. Hallgrímur með tíma tekur hann niður. Vel gert hjá Gríms að taka niður hérna. Æsilegt. En þetta las Suárez vel og Ólafur Aron hvort ekki vann ekki staklingu þetta yfir við. Já, vel gert hjá Baldvin. Skaut í Gajóna út af Gána. Baldvin setur hann aftur á Davíð Rúnar, Karsten Fantastic. Í lappirnar á Almari. Við leiknismenn hafa verið aftarlega í leiknum en sennilega aldrei aftarlega núna. Sendingin tæp og hann er í baráttunni, þetta gera þeir og Kristófer greiði rennur. Var þetta brot? Báðu þeir brot? Var þetta ekki bara völlurinn? Hann bara brot. Nei, þjálfari. Jæja, en Grímsi með hann, fæ mann í bakkið á fullurinn krafti þarna og kemur honum inn að bjarga. Já, fín hugmynd, þetta var brot. Já, fær hérna Gána kom full geist í bakkið á honum fyrir að Matti Þórodar. Og aukaspyrna dæmt. Og nú er það spurningin, þetta er á svipum stað og Hallgrímur skaut yfir áðan. Svo er Alexander búinn að taka eina sem verður lengi manna minnum. Nú er komið að Júrai. Króatíska töframanninum. Já, menn skiptir svo bróðulega á milli sín. Þeir setja ekki engan í vegg. Nei. Jú. Hann er mættur hann. Alexander. Ef ég væri hann, þá hefði ég persónulega reynda bara gengið til búningsklefa eftir þetta mark á hann. Bara hætt og toppa þetta ekkert. Já, ég myndi ekki allan að reyna aftur. Ekki sama tækni allavega. Nei, ekki sama. Nei. Ég myndi að reyna í hitt hóttið. Já, það er Júrai sem ætlar að spyrna þessu. Já. Og hér kemur spyrna frá Júrai og hún er í utan, ekki. Það fer í stöngina fyrir aftan sem heldur neturinn. Já, spyrna var
Þetta var svolítið villandi fyrir okkur hérna. Engin spurning, en spyrnan var góð og bara hann hefði steinlegið hann hitta markið. Þannig að Rodríguez þarf að spyrna frá marki. Sjáum að Davíð er að spila sem vinstri miðvörður og Trínsits sem hægri, en þegar markspyrnunar eru koma hérna með það skipta þeir. Þannig að Trínsits eigi skallaboltana því að hann tapar þeim. Hann lyftir sér upp. Já, hann vinnur Já, þennan. vel gert. Suárez hérna Já. Petterlius ekki klár í bolta nr. 2 en vinnur hann þarna. Já, fyrir að hann sett hann í bakki á Ólaf Arónu. Petti skilur hann eftir fyrir Ólaf Aron. Ólaf Aron út á Júra. Júra er fyrst á Hallgrím, en Arek gerir vel. Hilmar, þá við Valdimar. Við gáum pressa, en Valdimar gerir vel ungi strákurinn. Ólafur Aron. Þeir ráða ekki til Góð tækling hjá hraðan á Aroni. Og þá er það Hallgrímur. Hann er 1 gegn Arek. Og KM fyll á. Petti inn í bóksinu og Bjarki fyrir utan. Finnur Bjarka fyrir utan. Og Ólaf Aron. Hann getur skotið. Og hann skýtur og hann steinleikur! Ólafur Aron Pétursson sá getur skotið á rammann, maður. Þessi steinlá. Nota bene 3 af 4 mörgum gaman að hafa komið utan teiks og töluvert langt fyrir utan tegin. Frábært mark hjá Ólafi Aron Pétursson sem nýtir heldur betur sénsinn þegar hann kemur inn á. Hér kemur þetta Hallgrímur. Bjarki var þetta fyrir utan í sníkjunu og Ólafur Aron kemur líka með. Bjarki finnur Aron sem tekur 2-3 snertingar og lúðrar þess á markið og Rodríguez sér þetta seint. Þetta er eins og við tölum í fyrri hálfleik að þyrftu kannski bara að fara að taka skotin. Engin spurning. Þeir hafa hlustið á því, búið minn. Já. Hér kemur. Já, vel gert hjá Gána. Þetta er að klárast, það er komið upp á tími Grindavík eins og hjá okkur og Grindvíkingar verið svolítið að sigla þessu heim. Þeir eru byrjuð aðeins fyrr en við, 1-2 mínútum. Spurning hvort að það hefur verið einhver læti. Nokkuð gul spjöld. Nokkuð mörg. Já. Þetta hefur verið ekta Suðurnesja slagur. Það eru 5 gul spjöld á Keflvíkinga. Og áhorfendur standa upp hérna til að hitta KA-liðið sem er að vinna sin stærsta sigur í sumar. Þeir halda áfram Baldvin og Júra og Baldvin kemur svo með hlaupið. Menn eru ekki hættir. Júra reynda missir hann á Suárez. Við erum bara rétt að byrja. Já. Engar áhyggjur áhorfendur góðir. Ágúst mun endur sína mörkin hérna eftir og markið hans Trínsits örugglega oftar en einu sinni. Okkar besti Ágúst. En hér er það Valdimar á Gána og Suárez. Já, hann er fljótur hann, Valdimar. Já, og Kristófer búinn að vera mikið í boltanum fyrir leiknismenn. Gerir vel, leikur sig með hann hana, finnur Gána á hægri kantinum. Og Suárez. Og tekur Ólaf Aron á, ekki vel gert hjá honum hana. Suárez út á Trenas út á. Já, kemur fyrirgjöfin frá honum. Því afsakið þetta er sjálfsögðu leikmaður númer 3, Almar Daði Jónsson. Já, hér heyrum við Aðalsteinn Halldórsson, markvörður dagsins, tilkynna það að Alexander Trínsits hefur verið valinn KA-maður leiksins. Ekki mörgum á óvörum. Kemur ekki mörgum á óvart, hann fær örugglega fallega nývega gjafakörfu fyrir þetta. Hann ætti nú aldeilis að geta smurt sig í kvöld. Já, vel að nývega kröfu. Menn verða að smyrja sig eftir svona leiki. Já. Og þá flótar Þóroddur Hjaltalín til leiksloka á Akureyravelli. KA 4, Leiknir Fáskursfirði 0. Persónulega verð ég að þjóta. Ég vona búið jafnvel gera upp leikinn hérna aðeins með ykkur. Ég bið að heilsa ykkur í bili. Við þökkum bara fyrir góðan leik. Það er spurning hvort að horfum ekki á að taka endursýningu á mörkunum eða? Já. Já. Þarna sjáum við mark nr. 2. Glæsilegt mark. Elfar Árna og skalla eftir horn. Og aukaspyrnan. Stórglæsilegt mark Alexanders. Og þriðja. Það er fjórða markið sem stóðsendingin þannig að hafa Bjarka. Þá þökkum við bara fyrir, látum
Ágúst aðeins nú rúllaði þessu áfram. Við þökkum bara fyrir, ég og Sigur Óli. Og bíðum bara spennt eftir næsta leik og vonandi rúlar þetta svona áfram. Við erum byrjaðir að skora. Takk fyrir í dag.